Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og fjármálastjóri sem hér í sal á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 257. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann setta. Hér á dagskrá í dag byrjum á fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019 og 3 ára áætlun 2020-2022 sem hér í dagskrá í dag til fyrri umræðu í bæjarstjórn ásamt starfsáætlunum. Nefnda að þegar við höfum lokið þeimlið þá gungum við til dagskrár og áfram dagskrár og það fundargerðir bæjarráðs númer 585 og 586 tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir þeim andmælum. Eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 217 og jafnframt ætla ég að óska eftir því við bæjarfulltrúa og fá að taka fundargerð 218 inn með afbrigðum. Ef enginn hreyfir því andmælum sem haldið var núna á mánudaginn þessari viku. Enginn hreyfir því andmælum þá verður hann tekinn inn jafnframt sú fundargerð. Bæjarfulltrúar sjá hann í gáttinni. Þá það næst fundargerð hafnarstjórnar númer 204 og 205 tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Fræðslunefndar númer 62, menningar og nýsköpunarnefnd númer 6, safnanefndar númer 2 og 3 tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Félagsmálanefndar númer 116 og 17 jafnframt tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu og framkvæmdaráðs hjúkrunarheimila númer 8. Þá hér 3 liðir svo undir almenn mál á eftir fundargerðum. Það árslötu uppgjör Breiðdalshrepps sem var frá 30. júní síðastliðnum sem var framlagt í bæjarráði núna á mánudaginn og staðfest þar. Erindisbréf framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina sem var endurskoðað og lagt hér fram til staðfestar og síðan reglur menningarstyrki 2018. Þannig að jafnframt sem verður bæjarstjórn að leggja hann sameiginlega bókun í lok fundarins vegna lokunar húsasmiðjunar á Reyðarfirði. En þá göngum til dagskrár og það hér fyrst fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrri umræða. Þetta fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 ásamt samhliða tekin einnig 3 ára áætlun 2020-2022 og starfsáætlanir bæjarstjórnar. Og þá gef ég Karli Óttari bæjarstjóra orðið, hann mun nú mæla fyrir fjárhagsáætlun til fyrri umræðu. Gerðu svo Karl. Háttvirtur forseti, virðulegir bæjarfulltrúar, ég ætla þá að ræða þessa glæsilegu fjárhagsáætlun sem við höfum sett saman, embættismennirnir. Og eins og hérna kom fram í máli forseta þá þetta fjárhagsáætlun fyrir árin til ársins 2022. Þetta fyrsta skipti sem að við setjum þetta saman í eitt en ekki höfum þetta setja í hvoru lagi. Þannig að hér svo nýbreytni tekin upp að setja þetta saman. Nú, það líka í fyrsta skipti sem að Breiðdalshreppur telur með hjá okkur eftir sameininguna í sumar 1. júní 2018 og fjárhagslegu samruni átti sér stað 1. júlí 2018. Nú, aðeins og undanfarin ár þá náttúrulega grunnmarkmið fjárhagsáætlunar að treysta rekstrargrundvöll sveitarfélagsins með hallalausum rekstri. Nú, það næst með því að með tvennskonar hætti það að standa undir afborgunum lána. Nú, að reksturinn standi undir sér og lækka þurfi tekjur að lækka kostnað segir. Nú, samkvæmt niðurstöðum fjárhagsáætlunar nemur afgangur á tekjum í A og B hluta 455 milljónum og í A hluta rekstrarafgangurinn 167 milljónir. Rúnar minn, ég skal bara lána þér penna, gjörðu svo vel. Þetta glæsilegu Fjarðabyggðarpenni. Nú, ég fer aðeins betur yfir tölur hérna á eftir, svona rúlla yfir þar alveg öllum til ánægju og undirsauka. Nú, það hefur áhrif á uppgjör og hefur náttúrulega gert í mörg ár að samhliða uppbyggingunni sem var hérna árið 2004-2008 þegar álverið kom og þeirri mikla atvinnuuppbyggingu sem þá var að það var ráðist í umtalsverðar uppbyggingar og innviða uppbyggingar sem að kölluðu á lántökur sem að við erum ennþá að borga en það náðist það markmið að komast niður fyrir 150% árið 2015 sem að mjög vel gert að hafa gert svona 3 árum fyrir þar áætlanir sem hefði verið gerðar.
Nú, lán eru ekki tekin í þessari áætlun fyrir rekstri eða reglubundum afborgunum lána en það tekið lánin, gert ráð fyrir 200 milljóna lánveitingu fyrir vegna sjóstreymisins sem þá vegna þeirra fjárfestinga sem farið á árinu. Nú, ef ég fer aðeins yfir tölur þá áætlað að handbært fé frá rekstri árinu 2019 verði 1,2 milljarðar. Nú, það þá notað til þess að greiða niður lán upp á 563 milljónir og svo fjárfestingar ársins 2019 sem eru 945 milljónir. Og til þess að standa straum af því að það umtalsvert meira heldur en að A-sjóður getur staðið undir og B-sjóður hverju ári að þá gert ráð fyrir 200 milljóna lánveitingu en inn í það mun blandast framlag jöfnunarsjóð sem ég kem aðeins inn á eftir. Nú, heildartekjur samstæðunar í A og B-hluta eru 8 milljarðar áætlaðar á árinu 2019 en rekstrakostnaður 7,3 milljarðar. Nú, launaliðir eru 4,3 milljarðar og annar rekstrakostnaður 2,4 milljarðar. Afskriftir eru rúmar halvu milljarður krónar. Nú, heildartekjur í A-hluta eru áætlaðar tæpar 5,9 milljarðar en rekstrakostnaður tæpi 5,5 milljarðar. Nú, launaliðið þar eru 3,6 milljarðar króna og annar rekstrakostnaður 1,6 milljónir og þar eru afskriftir 254 milljónir. Nú, rekstrarafgangur samstæðu A og B-hluta fyrir fjármagnsliði eru 795 milljónir, þannig að það sterkur rekstrargrundvöllur þessa sveitarfélags og sem sést vel á þessari tölu. Nú, rekstrarafgangur A-hluta eru 429 milljónir að frádregnum fjármagnsliðum. Að teknu tilliti fjármagnsliða verður rekstrarafgangur samstæðunnar 455 milljónir en að því rekstrarafgangur í A-hluta 167 milljónir. Það segir okkur það að hrein fjármagnsgjöld samstæður áætluð 340 milljónir og í A-hlutanum það 263 milljónir. Nú, skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 9,2 milljarðar í árslok 2019 hjá samstæðunni og þar að vera 8,6 milljarðar hjá A-hlutanum. Í sjóstreymisyfirlitinu síðan handbært fé frá rekstri í samstæðu áætlað 1,3 milljarðir, afborganir langtímalána 562 milljónir og fjárfestingar 959 milljónir. Afborganir langtímalána í A-hluta eru áætlað 379 milljónir á árinu. Nú, samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2019 því framleiða hlutfall eða EBITDA samstæðunar 17% og það 12% í A-hlutanum. Nú, allar þessar tekjuspár eru gerðar af mikilli varúð. Það eins og fjármálastjórinn segir, það alltaf eitthvað og svona sem það þarf að passa upp á. En tekjugrunnurinn samt eins og ég kom inn á mjög sterkur og hvílir á stoðum öflugra fyrirtækja í sjávarútvegi, álframleiðslu og tengdri þjónustu. Nú, það eru líka sterkur þjónustu innan við þessar greinar sem skapa líka mikla tekjur. Nú, Fjarðabyggð hefur undanfarin ár reynt að skjóta sterkari stoðum undir atvinnuvegina og núna ferðaþjónusta næsta dagskrá. Nú, hvað útgjaldahliðina varðar er aðhald í rekstrinum. En í skýrslunni, í fjárhagsáætluninni er lögð áhersla á það að ná fram hámarkshagræðingu í þjónustu. En eins og undanfarin ár leggur fjárhagsáætlun áframhaldandi áherslu á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð. Nú, gjaldskrá grunnskóla og gjaldskrá leikskóla og tónlistarskóla standa samanborið við önnur sveitarfélög. Þá að þegar verið stigin fyrstu skref í lækkun skólamáltíð í Fjarðabyggð og þá ennfremur þarna í áætluninni gert ráð fyrir auknu fjármagni til að halda áfram vinnu við snjalltækjavæðingu skólana í Fjarðabyggð. Nú, í þessari áætluninni gerð ráð fyrir aukningu 22 milljónir í barnaverndarmál og 18 milljónum í félagsmál og af því eru 10 milljónir vegna nýs starfsmanns í málefnum aldraða og 8 milljónir vegna málaflokks fatlaðra. Nú, áframhaldandi fjölgun í skólakerfinu hjá okkur sem mjög jákvætt, en það þýðir líka það að það kallar á meiri kostnað. Það 7,5% fjölgun í grunnskólum og 24% aukning á frístundaheimilum í Fjarðabyggð. Nú, eins og ég segi, það leiðir þetta til aukins kostnaðar, en það eru jákvæðar fréttir að fólk á þessum aldri skuli kjósa
að flytja, það er að segja foreldrar þeirra, ekki börnin, það er líka mjög gott að fá börnin, að kjósa að flytja í sveitafélagið. Í sveitafélaginu á þessu ári hefur fjölgað 300 manns og sé breytanlega ekki talið með fjölgun 120 manns og það er gleðilegt að sjá að menn skuli velja Fjarðabyggð sem búsetustað og það er þar lendi með gleðileg aukning við fjárlögin hjá okkur í fræðslumálunum. Nú við gerð fjárhagsáætlunar 2019 munu flesta gjaldskrár hækka í samræmi við áætlaða verðlagsþróun. Á þessu eru þó nokkra mikilvægar undantekningar. Gjaldskrár skólamáltíðir hafa lækkað eins og ég nefndi áðan 33%. Þá munu til dæmis gjaldskrár grunnskóla, leikskóla og skólaheimila ekki hækka. Með þessu er áframlögð áhersla á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð og í samræmi við fjölskyldustefnu Fjarðabyggðar. Nú eins og ég sagði áður þá er aðhald í rekstri sveitarfélagsins nú sem var áfram á næstu árum og hagræðingartæki fara að leita með þeim áherslum sem ég hef nefnt hérna á undan. Nú, svo áætlun sem hér er lögð fram með reglu sveitarstjórnarlaganna að leiðarljósi og það er náttúrulega ánægjulegt að segja það að samstaðan ætti á næsta ári að vera í 93% skuldahlutfalli sem er vel undir því skuldahlutfalli sem 99% fyrirgefið sem að sveitarstjórnarlögin gerir ráð fyrir sem er 150%, þannig að það er mjög jákvæð þróun sem á sér þarna stað. Nú, það er allt sem áður mikil óvissa í þjóðfélaginu. Þetta er samfélag sem treystir mikið á uppsjávar fiskveiðar þannig að það er loðna og makrill, það er reyndar ósamið kolmunna líka. Það er komið fram spá frá bönkunum 4% verðbólgu á næsta ári og byggir þá því að kjarasamningar eru lausir, þannig að það eru margir óvissuþættir sem geta haft áhrif á þessa þróun. En þráttur þessu óvissu gefur þessi áætlun til undir bjartsýni í rekstri Fjarðabyggðar. Það er svo mæltu. Þakka þér fyrir mig. Þakka þér fyrir Karl. Þá er hafin fyrir umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2019 og sömuleiðis 3 ára áætlun. Leið ekki orðlaust og skættir að fá að taka til máls. Og hér eru nokkrir búin að setja sig inn á mælendaskrá meðan á framsögu bæjarstjóra stóð. Ég ætla að byrja á því að fá að mæla fyrir bókun, að lesa hér bókun, beðum að dreifa henni, sem er frá bæjarfulltrúum Framsóknar og Fjarðalista í tengslum við fyrir umræðu. Lesa hann upp áður en ég svo mun fá að segja hér nokkur orð í framhaldi af því efni fjárhagsáætlunar. Nú við fyrri umræðum fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 vilja bæjarfulltrúar Framsóknar og Fjarðalista leggja áherslu á eftirfarandi atriði í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Ljóst er að þrátt fyrir rekstur sveitarfélagsins sé þungur í ljósi sérstöðu þess fjölkjarna samfélags. Þá er fjárhagur sterkur og geta til að þjónusta íbúa sína mikil. Áfram er horft til þess að sína ráðdeild í rekstri leið brugðist við og fjárfest í þá íbúa atvinnulífs leið og skuldahlutfall samstæðan Fjarðabyggðar fyrir lækkandi. Áherslur í rekstri Fjarðabyggðar taka mynd af því að hér sé samfélagsmjög jöfnu og jafnrétti að leiðarljósi og eru málefni fjölskyldunnar í fyrirrúmi. Með það í hug er því ekki hækkuð gjöld vegna leik- og grunnskóla, ásamt því að fyrstu skrefin hafi verið stigin í því að gera skólamáltíð í gjaldfrjálsum með lækkun þeirra 33%. Þetta eru mikilvæg mál fyrir barnafjölskyldur. Þá er áfram staðinn vörður gott skólastarf í leik-, grunn- og tónskólum Fjarðabyggðar ásamt öflugu stoðkerfi félagsþjónustunnar fyrir þá sem á slíkum stuðningi þurfa að halda. Þar verður meðal annars bætt við stöðugildi til að sinna öldrunarmálum betur. Þá er áhersla lögð á að auka forvarnir til framtíðar. Þá munu nefndir sveitarfélagsins taka til við stefnumótun í sínum málaflokkum á næsta ári til að einfalda fjárhagsgerð framtíðarinnar. Verðmæti fasteigna í Fjarðabyggð hafa hækkað á síðustu árum og þráttur að slíkt sé gleðiefni sem sýnir vel hversu samfélag okkar eflast og dafna, þá tekur svo hækkun í hjá fasteignaeigendum hér í formi hækkunar á fasteignastofnum eftir útreikninga Þjóðskrár Íslands með við sölur fasteigna hér á síðasta ári. Þar sem samspil fasteignaskatts og framlag á jöfnunarsjóði sveitarfélagi veigamikill þáttur í tekjum Fjarðabyggðar líkt og annarra sveitarfélaga, þá munu þeir hópar íbúa okkar sem þessi hækkun kemur verst við, það er eldri borgarar og öryrkjar, fá hækkuð tekjuviðmið og þannig aukna afslátt á fasteignaskatti, ásamt því að áðurnefnd gjöld í leik- og grunnskólum lækka hjá barnafólki. Engu að síður nauðsynlegt að greina frekar þá hækkun sem er hér í fasteignastofnunum og mun að fara í slíka vinnu með Þjóðskrá Íslands á næsta ári. Fjárfestingum er áfram stillt í hófi Fjarðabyggð og horti þeirra sem eru hvað nauðsynlegasta með fjölgun íbúa og sterks atvinnulífs í huga. Megin fjárfesting alhluta er í stækkun leikskóla Reyðarfirði sem er orðin verulega brýn þar sem börnum fjölgar og undirbúningur að slíkri stækkun á Eskifirði í framtíðinni. Þarna er verið að fjárfesta í blómlegri framtíð.
Þá eru megin fjárfestingar Hafnarsjóðs bundan við að geta þjónusta áfram okkar stóru og öflugu fyrirtæki sjávarútvegi og iðnaði sem eru burðarása sveitarfélagsins. Án öflugs atvinnulífs er engin velferð og að því leyti erum við heppin hér í Fjarðabyggð. Þá mun áfram vera unnið að innviðu uppbyggingu okkar nýjasta hverfi Breiðdal eins og sama var í tengslu við sameininguna á árinu 2018. Það er því trú okkar að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 endurspegli það að gott verði að búa í Fjarðabyggð til framtíðar. Gott verði áfram að búa í Fjarðabyggð til framtíðar. Þrátt fyrir ákveðna óvissu sem gæti nú í efnahagslífi þjóðarinnar. Þetta leggjum við hér fram til bókunar við fyrri umræðu og ég held svo ekki að bæta mikið í því sem hefur verið hér í inngangi. Við þekkjum það, við höfum verið að vinna í fjárhagsáætlun bæði nefndum sveitarfélagsins og heilt yfir með góðri samvinnu sem ég tel að sé sami styrkur og velna er uppi. Þetta umræðu ferli sé opið inn í nefndunum og menn hafa farið þar í gegnum þessa umræðu, jafnframt inn í bæjarráði og nú á milli umræðna fjárhagsáætlunar í nóvember mun eflaust vera unnið áfram í fjárhagsáætlun. Ég gerir ráð fyrir að við þurfum að skoða ákveðna þætti áfram eins og þjóðhagsspá sem nú er að koma. En engu og síður er það mjög mikilvægt að leið að við náum að halda áfram eins og hér kemur frem bókunni, bæði náttúrulega þá að fjárfesta á þann hátt sem þarf til þess að mæta fjölgun íbúa sem er mikið gleðefni og að fjárfesta í leik- og grunnskólum þar sem fjölgun barnar undir þetta bara afskaplega ánægilegt viðfangsefni. Þó getur verið erfitt þegar menn er að borga niður skuldir. Þá erum við líka að fjárfesta hann hátt að við erum að fjárfesta í fjölgun sem felur í sér aukna tekjur og aukna velsæld fyrir samfélagið í Fjarðabyggð. Það væri verra að vera fjárfest í því að draga saman í skólahúsnæði ef væri fækkun en að sjá það að við séum okkur sé að fjölga eins og við höfum gert það þessu ári fyllir mann svona ákveðinni bjartsýni inn í framtíðina. En verkefnin eru fjölmörg, þau hafa verið fjölmörg síðust ár. Það hefur verið tekist á við það hér í bæjarstjórn af heilmikilli festu að halda því áfram að greiða niður skuldir og þeirri vegferð verður haldið áfram. En leið að takast á við þau verkefni sem koma hverju sinni og ég hef fulla trú á því að þetta sveitarfélag og þetta samfélag geti það. En leið líka haft svona öndilagi eins og verið hefur í gegnum tíðina að málefni fjölskyldunar séu alltaf efst á baugi hér. Fleira ætla ekki að segja hér í fyrri umræðu en Eydís Ásgeirsdóttir við orðið gerði svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri, fjármálastjóri og ágæti bæjarfulltrúar. Mig langar til að byrja því að þakka sérstaklega fjármálastjóra sem og bæjarstjóra, öðrum sviðstjórum, nefndafólki, bæjarfulltrúum og öðrum starfsmönnum sem koma að vinnu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir vel unnin störf. Nú er fjárhagsáætlun 2019 og til 3 ára hér lögð fram til fyrir umræði í bæjarstjórn. Bæjarstjóri og forseti bæjarstjórnar hafa þegar farið vel yfir málin. Á undanförnum árum höfum við í bæjarstjórn Fjarðabyggðar borið gæfu til þess að vera samheldin við fjármálastjórn sveitarfélagsins og náð góðum árangri þar. Það er okkar von að svo verði áfram. Við erum stolt af því að í Fjarðabyggð er verðmætasköpun mikil. Hér eru fyrirtæki í fremstu röð á landsvísu og þótt þau axli svo sannarlega samfélagslega ábyrgð með stuðningi við íþróttir og samfélagsmálefni, þá þurfum við að gera enn betur fyrir samfélagið okkar. Við þurfum að auka jöfnuð og tryggja velferð í sveitarfélaginu öllum til hagsbóta. Öllu öflugt atvinnulíf er undirstaða velferðar en án velferðar og jöfnuðar getur atvinnulífið ekki blómstrað. Á milli þessara þátta eru órjúfanlegir þræðir og með þessari fjárhagsáætlun og þeirri forgangsröðun sem þar skín í gegn ætlum við að styrkja enn betur þessa þræði. Við munum líka sækja fram og efla fjölbreytta menningu og styrkja undirstöðu menningarstarfs. Við ætlum ekki að hækka gjöld í leik- og grunnskólum. Við erum þegar búin að taka fyrsta skrefið í að lækka fæðisgjöld 3/3 í grunn- og leikskólum Fjarðabyggðar sem tók gildi frá og með 1. október síðastliðnum. Við teljum það mikið jafnréttismál að Fjarðabyggð bjóði upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Með því munum við létta greiðslubyrði hjá
Það er afar ánægjulegt að geta með þessari aðgerð á sama tíma lækka verulega álögur á barnafjölskyldur en jafnframt tryggt jafnræði milli barna og útiloka mismunun milli barna, óháð stöðu og athafna foreldra þeirra. Það verður sett auki fé til forvarna sem er gríðarlega mikilvæg þáttur sem liður í snemmtækri íhlutun. Rannsóknir hafa sýnt að hver milljón sem sett er í barn- og forvarnastarf áttfaldar sig á 8 til 10 árum. Með því að tryggja fjármagn í þennan málaflokk, hafa framtíðarsýn og hafa skýra stjórnun, erum við að bæta líf fjölskylduna til framtíðar. Hér hefur verið farið yfir hækkun fasteignagjalda sem er á stórum hluta gefin út frá Þjóðskrá Íslands. Við höfum farið við þessi mál og ætlum að gera áfram eins og fram kemur í bókun okkar. Fasteignaskattsprósentan mun verða óbreytt þar sem við teljum rekstur sveitarfélags ekki leyfa lækkun. Við þurfum að fara gætilega. Aftur á móti ætlum við að koma á móts við þann hóp sem þetta bitnar verst á með því að hækka tekjuviðmið eldri borgara og öryrkja umtalsvert. Upphæðin hækkar úr 6 milljónum í 12. Það þýðir með öðrum orðum að þau úrræðis munu nýtast mun fleiri en nokkru tíman áður. Við munum kynna íbúum sveitarfélagsins það vel. Á milli umræðina verður reiknað út nákvæmlega í krónum talið hvað viðmiðin mun hækka. Í dag er það 280.000 á mánuði á einstakling. Einnig léttum við álögur á stórar barnafjölskyldur með aukinni niðurgreiðslu á skólamáltíðum sem og hækka ekki gjaldskrá grunn- og leikskólana eins og ég kom inn á hérna áðan. Nýtt stöðugildi sem sinnir málefnum aldraðara bætist við fjölskyldusvið. Einnig bætast 22 milljónir við fjárhagsramma barnaverndar vegna aukins þunga í málaflokknum sem og hefur ramminn ekki verið hækkaður miðað við umfang síðastliðin ár. Áfram verðum við þó og mikilvægt að gæta aðhals. Við ætlum að gera vandaðar áætlanir og fylgja þeim á öllum sviðum. Það eru margir óvissu þættir varðar tekjur og útgjöld. Þar er við mest óvissa kjarasamninga og veiðiheimilda. Einnig höldum við áfram að leggja áherslu á að vera vakandi fyrir nauðsyn þess að endurskoða tekjuskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga, mál sem þurfum alltaf að vera vakandi yfir. Við erum stolt af því að leggja fram þessa áætlun og vil ég aftur þakka fyrir þá góða vinnu sem hér hefur unnin. Þakka fyrir þetta í Jens Karl Helgason við beðum orðið Gerðsson Jens. Forseti og góði bæjarfulltrúar. Ég vil einnig byrja á að taka undir með formanni bæjarráðs og þakka fjármálastjóra og hans fólki fyrir vel unna og greinagóða fjárhagsáætlun. Fjarðabyggð hefur verið og er og mun verða eitt af öflugustu sveitarfélögum landsins. Við erum svo heppin að vera þannig í sveit sett að við erum með gríðarlega öflug og stór fyrirtæki sem að borga hér há laun, halda upp í háu atvinnustigi og eru grunnurinn að því að við getum byggt upp þetta fjölkjarna sveitarfélag sem að mörgu leyti er mjög rekstrarlega þungt. Rúmlega 5.000 manna sveitarfélag í 6 byggðakjörnum. En því ber að fagna, en viðfangsefnin eru vissulega mörg. Við erum ennþá að berjast við að ná niður skuldunum sem betur fyrir eru tekjur og aukast, en við þurfum að einblína það að ná að greiða hér niður skuldir og halda okkur við það. Ég fagna því einnig að núverandi meirihluti ætlar að halda áfram áherslum fráfarandi meirihluta varandi áherslur í fjárfestingu. Það er að segja klára leikskólan á Reyðarfirði og halda síðan áfram í leikskólan á Eskifirði. Það er gríðarlega ánægilegt fyrir okkur sem sveitarfélag út á landi að sjá þá miklu fjölgun og þá miklu aðsókn sem er í sveitarfélagið okkar. Þetta er því miður fyrir mörgunum sveitarfélag út á landi ekki raunveruleikinn. Eins og forseti kom hér inn á áður í sinni ræðu, þá eru mörg sveitarfélög að horfa fram á að þurfa að minnka skólahúsnæði og fækkun barna í skólum. En sem betur fer þetta er ekki vandamál, þetta eru ánægileg viðfangsefni, þetta eru ánægileg verkefni að taka á móti öllum þessum nýju íbúum okkar, þessum nýju ungu íbúum okkar og búa þeim áframhaldandi góða þjónustu og velferð hér í samfélaginu okkar.
það er náttúrulega í fjárhagsáætluninni er flestir þættir eru óumdeildir. Það hefur verið alltaf samstaðum það að ef það hefur vantað fjármuni í félagsþjónustu eða barnavernd eða fræðslumál, þá hefur það, held ég bara undantekningarlaust verið nánast óumdeilt að í þá liði höfum við sett fjármuni ef þá hefur vantað, hvort sem það er auki kennslutímamagn, meiri fjármuni í barnavernd eða félagsþjónustu, að þá hefur verið þverpólitísk samstaða það í bæjarstjórn og ég vona að svo verði áfram og það er minnst að kosti að okkar hálfu. En það er hins vegar í þessari fjárhagsáætlun eru ákveðnar áherslur sem að hefur komið fram í bæði hér á þessum vettvangi og í nefndum sveitarfélagsins, eru ólíkar áherslur milli Sjálfstæðisflokksins og meirihlutans, og að því sögðu að þá er Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð við hér bæjarfulltrúarnir með bókun varðandi fjárhagsáætlunina. Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð samþykkir að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 til annarrar umræðu, en áskilur sér þó rétt til að komi tillögur inn í bæjarráði á milli umræðna breytingar á fjárhagsáætlun. Ljóst er að áherslur meirihlutans og Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð í ýmsum málaflokkum eru ólíkar, líkt og fram hefur komið í bókunum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins til dæmis í fræðslunefnd. Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð leggur áherslu á að farið verði varlega í útgjaldaaukningu fyrir næsta ár í ljósi þeirra aðstæðna sem upp eru í íslensku efnahagslífi. Í fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar er gert ráð fyrir 2,9% verðbólgu á næsta ári, en nú spá út nýútkomnar greiningar bæði Landsbankans og Arion banka að verðbólgan verði 3,5–4% á næsta ári. Mikil óvissa er loðnuveiði, samninga við Færeyinga vegna kolmunaðgangs og óvissa kvóta og veiði í makríl. Allt eru þetta óvissuþættir sem geta haft gríðarleg áhrif á tekjur bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Í ljósi ofangreinds og annara óvissuþátta sem eru í íslensku efnahagslífi fyrir árið 2019 mun Sjálfstæðisflokkurinn koma með tillögur sem lúta nærfarnari og skynsamlegri nálgun í útgjöldum Fjarðabyggðar fyrir árið 2019. Takk fyrir Jens. Þetta verður færist til bókar undir fjárhagsáætlun fyrir umræða. Þá er orðið laust hér í fyrra umræðum fjárhagsáætlun vill einhver kveða sér hljóðs. Rúnar Már Gunnarsson gerði svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að biðja að þakka fyrir þessa fjárhagsáætlun sem að er býsna góð af mörgu leyti. Það er samt svona nokkur atriði sem að ég hefði viljað ganga lengra en svo kannski fer ekki fram hjá neinum og hefur ekki farið fram hjá neinum. Ég fagna reyndar þessu lækkun á fæðiskostnaði barna í grunnskólum 33%. Það er bara alveg eins og ég hefði viljað gera þetta. Það er svona kannski ýmislegt sem ég hefði viljað ganga lengra í. Við verðum að fara í fasteignagjöldin og þó við gerum það ekki núna þá verðum við að gera það, fara í það næst í áföngum og lækka okkur svona hægt og sígandi. Fyrst að virðist ekki aðra leiðir vera færar í að lækka þann kostnað fólks. Við verðum að fara í að endurskoða rekstur allra deilda. Við verðum að ná fram hagræðingu og meiri sparnaði til þess að geta haft meira á milli handa og borga hraða niður skuldir. Þetta er svona það sem ég hef búin að vera að leggja áherslu á. Við verðum að fækka deildum. Við verðum að sameina deildir eins og fyrirtæki eru mikið að gera núna. Nú er aðeins að fara að halla á í uppgangnum, þá verða að fara fyrirtækir í að fækka deildum og við verðum að sameina deildir. Við verðum að ná fram meiri hagræðingu í rekstri Fjarðabyggðar. Þannig að við getum greitt niður skuldir. Ef það kemi einhver kreppa núna, þá erum við ekki í góðum málum. Þá erum við bara að fara
beina leiðina að það niður. Þannig að núna verðum við að spýta í, þó við gerum það ekki á þessu fjárhagsári, þá verðum við að fara í þessa vinnu strax núna að lokun þessar fjárhagsári eða þessari fjárhagsvinnu núna og fara beint í næstu. Hvað við getum gert. Takk. Takk fyrir Rúnar. Vilja fleiri kveðsli hljóðs hér í fyrrumræðum fjárhagsáætlun? Hjördís Seljan Þórólfsdóttir, gerðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Já, ég ætla nú bara aðeins að koma hérna fyrir hönd félagsmálanefndarinnar. Það var mjög góð og mikil samstæða hjá okkur í nefndinni og við vorum bara mjög ánægð og ég held ég geti tala bara fyrir alla nefndina þegar við sáum að stöðugildið er inni í tengslu við verkefnastjóran sem við sáum fyrir okkar að myndi sinna eftirliti með gæðum þjónustunnar og vera í tengslu við notendur þjónustunnar, bæði á vettvangi og auðvitað í starfi með öldungaráði. Og svo finnst mér, Einar Már getur verið mjög ánægð með það, en einnig var ég mjög ánægð að sjá með aukið fjármagn í forvörnum, en eins og þeir sem sátu fundin hérna í það sem var tekið fyrir hagi og líðan barna og ungmenna í Fjarðabyggð, þá vitum við það að forvarnir er ekki verkefni sem klárast, heldur er vinnan alltaf í gangi. Þannig að ég ætla bara að lýsa yfir ánægju minni. Takk. Þakka fyrir Hjördís. Vilja fleiri kveðsli hljóðs hér í fyrrumræðum? Svo virðist ekki vera. Þá ber ég upp það hér að fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 ásamt 3 áætlun fyrir árin 2020-2022 ásamt starfsáætlunum verði vísa til síðari umræðu sem haldin verður í nóvember. Það verður svo fyrir eftir vinnu í bæjarráði hvort að sú umræða fer hér fram þann 15. sem er næsti fundur eða 30. nóvember. Báður eru fundardagar bæjarstjórnar í nóvember. En ætlun okkar er svo að ljúka hér síðari umræðu í nóvember. Þá jafnframt munu bókanir sem hér hafa verið lesnar upp verða færðar til bókar undir þessum lið. Þeir sem það sann ekki að vísa fjárhagsáætlun síðar umræðu missar geðmerki. Það er sann með 9 atkvæðum. Þá förum við í fundagerðir hér sem er næsti liður. Þar er fyrstar fundagerði bæjarráðs með 585 og 586. Tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu. Ef ekki hreyfir því mótmælum. Og þá gef ég orðið löst fundagerði bæjarráðs. Eydís Ásbjörnsdóttir beðmáli gerði það litis. Forseti, í fundagerðum 585 og 586 voru margir liðir undir fjárhags- og starfsáætlun Fjarðabyggðar og vísa ég bara til þeirra umræði sem hér fóru áfram undir þeim liðum. Það er í báðum fundagerðum lið 1.3 og svo 2.12, það var húsnæðismál bæjarskrifstofu. En skipaður hefur verið starfshópur fulltrúa, bæði kjörnum fulltrúa og starfsmönnum til að fara yfir þau mál þar sem að leigusamningar okkar í þessu húsnæði sem bæjarskrifstofan mun renna út 2020. Þannig að hópurinn mun skoða og gera tillögur hvar við munum enda og fara og vísa þeim tillögum til bæjarstjórnar. Það er liður 1.4, 100 ára fullveldisammæli og þar var framlagt minnisbreið forstöðumanns menningarstofu tónleika Sinfóníuhljómsveitar Austurlands sem mun verða þann 1. desember í tónlistarmiðstöðinni. Og þar sem var beiðni að veita styrk vegna veitinga og sögustunda fyrir börn og bæjarráð samþykkti það. Og í fundagerð 586 þar er liður 2.13 og ég ætla, eins og ég sagði áðan, þá eru hérna margir liðir sem
fellur undir gjaldskrá og áætlanir fjárhagsáætlun sem við telum við sem búin að ræða í dag allan að hluta. En það liður 2.13 já, menningadagur í Breiðdal. Síðustu helgi var menningarhátíð í Breiðdal og sótti sig áhuga hópur styrk og bæjarráð ákvað að veita þeim styrk sem jafnræði við það sem aðrar bæjarhátíðir í sveitafélaginu hafa verið að fá. En liður 2.14 þá barst erindi félagsniðja Richard Long sem þar hópur sem hefur áhuga að koma upp minningastöpli á Austfjörðum ættföður og ættmæðra Long-ættarinnar og vísu við þessu erindi til menningar- og nýsköpunarnefndar. Liður 2.37 það var kom til okkar til umsagna tillega til þingsáralyktunar 5 ára samgöngu áætlun fyrir árin 2019 til 2023 og með leyfi forseta ætla að lesa hana upp. Bæjarráð Fjarðabyggðar mótmæli því harðlega að ekki sé gert ráð fyrir neinum endurbótum á Suðurfjarðavegi í drögum 5 ára samgönguáætlunar. Fyrir liggur að mikil þörf á endurbótum á þjóðvegi 1 Firði með umferðaröryggi í huga, enda gríðarlega mikil umferð fólks og vöruflutninga hann. Þá leggur bæjarráð áherslu á að ljósabúnaður á Norðfjarðarflugvelli verið settur inn á 5 ára samgönguáætlun, enda sá flugvöllur mikilvægur í sjúkraflugi. Einnig vorum við með bókun vegna 15 ára samgönguáætlunar fyrir árin 2019-2023 og hún hljóðar svo: Bæjarráð Fjarðabyggðar mótmælir því harðlega að á draugum að 15 ára samgönguáætlun sé ekki gert ráð fyrir Norðfjarðarflugvelli í grunnneti flugvalla. Þá eins að ekki sé gert ráð fyrir ferjusiglingum til Mjóafjarðar í grunnneti ferjuleiða. Augljóslega hlýtur að vera mistök að ræða þar sem hljóta að vera leiðrétt í meðförum Alþingis. Og svo að liður 2.44 þar sem bæjarráð bókaði einnig vegna veiðileyfagjalds. Bókun Bæjarráðs Fjarðabyggðar frumvarp til veiðigjalda. Bæjarráð Fjarðabyggðar mótmælir harðlega þeirri boðuðu auka gjaldtöku í formi 10% hækkunar á heildartekjum útgerðar sem lögð verði á uppsjávarstofna umfram aðrar tegundir sjávarfangs. Í frumvarpi veiðigjöld sem nú í meðferð Alþingis. Með því að hækka heildartekjur 10% getur reiknistofn veiðigjalds hækkað alltaf 50-60% sem þýðir í raun að skattstofn í raun milli 40 og 60-66% á uppsjávartegundir en ekki 33% eins og boðað á aðrar fisktegundir. Í Fjarðabyggð starfa 3 stór og öflug sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa fjárfest mikið í uppbyggingu og skipakosti í tengslu við veiðar á uppsjávarafurðum. Þessi fyrirtæki máttarstólpar í Fjarðabyggð hvað varðar atvinnu, tekjur og samfélagslega uppbyggingu og leggja mikið til íslensks samfélags í formi skatta og verðmætasköpunar til útflutnings. Sé það vilji stjórnvalda að leggja á veiðigjöld þá hlýtur það að vera skýlaus krafa að jafnræði sé í slíkri skattlagningu og ekki tekin út ein grein sjávarútvegs og lagt á hana aukin gjöld umfram aðrar. Að ógleymdu þeirri miklu óvissu sem nú ríkir varðandi stöðu loðnu og makristofnsins. Slíkt mun verða til þess að fjárfestingar og frekari uppbygging á uppsjávaraiðnaði mun dragast saman. Þá minni bæjarráð á fyrri bókanir sínar veiðigjöld og þá eðlilegu kröfu að veiðigjöld séu sanngjörn og í takt við afkomu sjávarútvegsins hverju sinni. Einnig ítrekka bæjarráð það afstöðu sína að viðkomandi sjávarútvegssveitarfélög fái hlutdeild í veiðigjöldum í ljósi þeirra fjárfestinga sem viðkomandi sveitarfélög hafa lagt út í og hvaðan þessi útflutningsverðmæti koma. Og að lokum
þá er að liður 246 en oddviti Sjálfstæðisflokksins bókaði við fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar þar sem hann dró lögmæti fundarins í efa. Bæjarráð vísaði öllum þeim málum sem var fyrir þeim fundi aftur til afgreiðslu nefndarinnar og málin voru tekin fyrir í eignaskipulags- og umhverfisnefnd sama dag og þar samþykkt. Þakka þér fyrir Eydís. Jens Karl Helgason er báðið, gerð svo Jens. Forseti, það eru bara hér nokkur mál í fundargerð 586 sem ég langar að koma inn á. Í fyrsta lagi varðandi gjaldskrárnar að þá bókaði undirritaður að hann samþykti að vísa framlögum gjaldskrám til fyrstu umræðu en við áskiljum okkur rétt til að koma með breytingatillögur á fyrirliggjandi gjaldskrám á milli umræða fjárhagsáætlun. Þannig að því sé haldið til haga. Varðandi starfs- og fjárhagsáætlun fræðslunefndar sem er hérna í lið 6 að þá vil ég fagna því að meirihluti fræðslunefndar og fræðslunefnd tók undir bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem er svohljóðandi. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í fræðslunefnd leggur til að Fjarðabyggð fari í tilraunaverkefni frá og með 1. janúar 2019 með leikskólunum í Fjarðabyggð að skólastjórnendur hafi svigrúm til að stytta vinnuviku starfsmanna án þess að auka kostnað eða skerða þjónustu við foreldra leikskólabarna. Er markmiðið að auka starfsánægju og minnka álag, vinnutengt veikindi og forföll starfsmanna. Mikil umræða á sér stað í samfélaginu styttingu vinnuvikunar og þó nokkur sveitarfélög eru í slíkum tilvinnunarverkefnum eða eru með þá stefnuskráni að fara í slík verkefni. Því miður hefur starfsmannavelta verið mikil í leikskólum Fjarðabyggðar og því tilvalið að byrja verkefni þar. Verkefni verður nánar útfært í samráði við fræðslustjóra og skólastjórnenda hvers skóla fyrir sig og svo kemur hér að fræðslunefnd tekur vel í tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og leggur til að starfsáætlun verði breytt til samræmis við hana. Og vonandi getum við útfært þetta á fleiri stofnanir og vinnustaðir innan Fjarðabyggðar að því að þar sem að því er við komið og það veldur náttúrulega á bara skipulagi hverra stofnuna fyrir sig og hvernig stjórnendur setja upp sitt starf. Þar sem því við komið á þess að auka kostnað, við getum aukið starfsánægju starfsmanna, að þá eigum við að sjálfsögða að stefna því. Að því aukin starfsánægja, hún mun alltaf skila sér í betra starfi innan okkar sveitafélags. Það er hérna í lið 37 varðandi til umsagnar tillögum þingsáætlun 5 ára samgönguáætlun. Þá langar mig að spurja Einar Má sem er einnig formaður Sambands sveitafélaga á Austurlandi á samgöngunefndarfundi því að við erum að við Bæjarráð mótmælir því harðlega ekki sé gert ráð fyrir neinum endurbótum á Suðurfjarðavegi í draugum 5 ára samgönguáætlunar. Varðandi, satt ég sem varamaður á samgöngunefndarfundi daginn þar sem að upptalningin var Öxi og Fjarðarheiðargöng og kom með þar tillögu það að Suðurfjarðavegur yrði settur inn í bókun sem að SSA er að senda frá sér. Ég hef síðan ekkit fréttaði meira en í rauninni í þeirri bókun eða áskorun til stjórnvalda sem að Samband sveitafélaga á Austurlandi sendi frá sér komst Suðurfjarðavegurinn inn í þá bókun. Það mér langaði bara að spurja, fyrst við erum með formann Samband sveitafélaga á Austurlandi hér með okkur að þá var ég gaman að spurja því, ég hef bara ekki náð að fylgjast með því. Í lið 43, útboð vátrygginga sveitafélagsins. Þar stendur, Bæjarráð Fjarðabyggðar samþykkir að fela fjármálastjóra að hefja undirbúning útboðs vátrygginga sveitafélagsins og stofnana. Jafnframt að fjármálastjóra falið að segja upp samningnum vátrygginga sveitafélagsins. Þetta er rauninni bara beint framhald af því sem að bæjarstjórn hefur bókað. Í ljósi þess að Vátryggingafélagi Íslands lokaði hér starfsstöð sinni að þá mun sveitafélagi leggja áherslu það að eiga viðskipti við tryggingafélög sem hafa hér starfsaðstöðu. eða starfsstöð, skulum orða þannig. Í lokin vil ég koma undir lið hérna undir 46 eignaskipulags- og umhverfisnefnd, en þar bókaði undirritaður
bókun vegna vinnulags í eignarskipulagsumhverfisnefnd og hún er eftirfarandi. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði lýsir furðu sinni á þeim vinnubröðum sem viðhöfð voru í eignarskipulagsumhverfisnefnd við afgreiðslu fundar nr. 218. Boðað var til fundar á miðvikudaginn síðastliðinn en fundur var ekki haldinn, heldur var fundagerð send á nefndarfólk og það beðið að staðfesta fundagerð fyrir fund sem hafði ekki verið haldinn. Engar umræður áttu sér stað og var nefndarfólki gefinn kostur á því að senda athugasemdir í tölvupósti. Efni þessa svokallaða fundar var meðal annars samþykkt á framkvæmdaráætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2019 fyrir fyrstu umræðu í bæjarstjórn. Þar verið að leggja fram áherslur meirihlutans í framkvæmdu fyrir næstkomandi ár. Það lítur öllum að vera ljóst að vinnubrögð sem þessi heyri ekki undir góða stjórnsýslu og hvað þá lýðræðislegt ferlínan nefnda sveitarfélagsins. Ég vona það að þetta séu vinnubrögð sem að meirihlutin ætli ekki að tileinka sér og ég veit að þetta eru ekki vinnubrögð sem að við hér sem bæjarfulltrúar og nefndarfólk ætlum ekki að tileinka okkur og ég lít svo á að þetta hafi verið einangrað tilvik sem að muni ekki gerast aftur en það var full ástæða til þess að bóka um þetta vinnulag til þess að við látum þetta ekki gerast aftur og séum vakandi yfir því að við förum hér eftir og verðum hér lýðræðislegt ferlínan sveitafélagsins. Takk. Takk fyrir Jens, ég ætla að fá að kveða með hljóðs hér undir fundargerðum bæjaráðseinnig og þá kannski viljum við sérstaklega að fara inn nokkuð mál sem eru á fundi 586 og og það er fyrst undir lið 6 sem er starfs- og fjárhagsáætlun fræðslunefndar. Ég vil taka sannlega undir mig Jens, þessi bókun er með þeim betri þegar það er án ekki verið neitt fáar frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins upp á síðkastið eða fulltrú hans en bæjaráð eins og fræðslunefnd því að góðar tillögur hvaðan sem það komur alltaf þess virði að taka upp tóku undir þessa bókun og taldi rétt að við færum í þetta mjög vítt fólum bæjarritara sem fyrir með mannúðsmál sveitafélagsins að taka þetta og skoða þetta heilt yfir í sveitafélaginu í stofnunum sveitafélagsins hvar sé hægt að vinna og með hvað hætti að styttingu vinnuviku eða frjálsari vinnutíma hvernig sem við útfærum það. Þetta er eitt af þeim málum sem er að koma mjög víða inn í starfsmannamál og með hætti og vonandi verður til þess að fólk mitt því líði betur í starfi síðast kostur að koma þessu fyrir og við tóldum það bæjaráð að það væri einsýnt að við tækjum þetta á víðar í grunni. Síðan aðeins að fá að koma hér næst inn á þau mál sem hér eru númer 37 og 38 sem er annars vegar 5 ára samgönguáætlun og síðan 15 ára samgönguáætlun. Formaður bæjarráðs fór hér yfir þær bókanir sem við settum fram í bæjarráði sem svona til átröpu við þessar áætlanir og sannarlega var það vonbrigði að sjá ekki Suðurfjarðavegi getið fyrir í 15 ára áætlunin á tímabili 2 og 3 þar sem við settum umtalsvert fjármagn í hann þá en við höfum svo sem áður komið inn á og myndum á það í vor þegar að setti var aukið fé til samgöngumála að þarna væri vegur sem þyrfti á því að halda. Við sýndum því fullan skilninga að það var ekki að fara í hann í heilsinni en taka hann þá í ákveðnum áföngum og taka þá verstu kafla sem eru og ég treysti því að það sé hortið þess núna og jafnframt að inn í álitunum SSA sem verið hafa við Suðurfjarðavegi verið getið líka en þarna er mikið mál þarna er mikið og áríðandi mál á ferðinni því að á Suðurfjarðavegi hvað svo sem aðrar vegstyttingar verða á Austurlandi munu áfram fara þungaflutningar í stórum stíl því að hér er verið að aka fiski á þessa leið og taka upp fisk og flutningabílar eru hér á ferðinni stóran hluta sólarhringsins í þeim erindagjörum. Þeir munu ekki fara öxi neitt freka verði hún uppið af því að það er bara einfallega þeir eru að sækja fisk á staði. Við mögum ekki heldur gleyma því að Suðurfjarðavegur er þjóðvegur í þéttbýli. Hann er þjóðvegur innan Fjarðabyggðar. Hann tengir saman byggðir Fjarðabyggðar nákvæmlega eins og 98 þegar Eskifjörður, Reyðarfjörður og Neskaupstað sameinuðust. Oddskar var þjóðvegur í þéttbýli. Við það jókst þjónustu á Oddskari því að þarna var orðin önnur skilgreining á. Nú veit ég hvort Vegagerðin notar þessar skilgreiningar áfram í þessu en enga síður er hér að fara á milli fólk til vinnu og börn til að sækja tómstundir og íþróttir og það breytir bara heilmikið þeirri ásýnd á þessari þjóðvegi 1 sem þarf að vera og þess vegna verðum við
að treysta því að hann komist inn á 5 ára samgönguáætlun allavega þess kaflar hans sem hvað vestir eru. Á morgun hefur verið boðað til fundar umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis heitir hún, hefur boðað til fundar samband sveitarfélaga á Austurlandi og jafnframt fulltrúa frá Fjarðabyggð, Fljótsdalshéraði, Djúpavogi og Seyðisfirði. Ég ger ráð fyrir þetta sé í samræmi þau sveitarfélag sem hendin athugasemdir við áætlunina. Karl Óttar bæjarstjóri mun sækja hennar fund á morgun og þarna nefndin hefur boðið, ég veit nú ekki hvað form á því verður. En þarna er þetta mjög mikið eftir að við komum þessu á framfæri sem að Suðurfjarðavegi snýr. Einnig líka náttúrulega er afar sérstakt að sjá annars vegar í þessu sem nú er kallað grunnnet ferjusigling og grunnnet ferjuleiða eins og er í 15 áætluninni að það sé ekki gert ráð fyrir áframhaldandi ferjusigling um Mjóafjörð, aðrar ferjusiglingar á Íslandi eru þar tilgreind. Ég held að hljóta að vera bara einhver mistök að ræða því að ég ætla nú ekki að afskrifa ferjusiglingar til Mjóafjörðar þrátt fyrir 15 áætlun sé að ræða. Og jafnframt grunnnet flugvalla. Í grunneti flugvalla er bæði tekið á þeim sem er náttúrulega alþjóðaflugvellir sem njóta ákveðna sérstöðu eins og Egilsstaðir, Reykjavík og Akureyri til hliðar við Keflavík. En þannig líka farið yfir ýmsa lendingastaði og inn í þeim eru bara flugvellarna nákvæmlega sama stað og Norðfjarðarflugvöllur sem gegnir greiðarlega veigamiklu hlutverki í sjúkraflugi og það er því algjörlega okkar krafa og ef við teljum að það sé ljóti bara hafa verið einhver mistöku við gerð 15 áætlunar þannig sé ekki þessar að tveggja áður nefndra leiða getið. Það liggur svo fyrir að við höfum farið fram á það að það verið komið ljósabúnað á Norðfjarðarflugvöllur til hann geti gengt hlutverki sínu sem sjúkraflugvöllur en betur. Í dag er laus ljósabúnaðar á honum en þarna þarf að koma fastur ljósabúnaðar. Þetta er allt saman málefni sem ég verða tekin upp á morgun við umhverfis- og samgöngunefnd og jafnframt svo áframhaldandi inn í þessu umræðu. En fyrst og síðast náttúrulega er það bara hlýtur að vera krafa okkar eins og allra annar á Austurlandi að þegar menn hafa tekið umræðu samgöngubætur á Austurlandi og eðlilega hafa því skoðanir út frá sínum samfélögum að fyrst og síðast hlýtur að vera okkar óskað Alþingi í samstarfi Vegagerðina taki þá ákvarðanir hverju sinni sem hvað skynsamlegast að hljóta að vera fyrir framtíð Austurlands alls. Því að það er náttúrulega bara stóra málið að Austurlandið okkar er sérkennileg landsfjörður, hann er dreifbíll, hann er stór landfræðilega með löngu fjallaðum milli byggðakjarna en leið er hann að framleiða gríðarlegt magn útflutningsverðmæta og til þess að Austurland geti dafnað í framtíðinni þá hlýtur það að vera ósk okkar allra að það virki sem eitt atvinnu og þjónustu svæði til þess að hér verði áfram blómleg byggð í framtíðinni. Þannig að vonandi verður það sem Alþingi hefur að leiðarljósi við gerð þessara tillagna samgönguáætlanir framtíðarinnar. Aðeins svo lið 43 útboð vátrygginga, það er rétt að það var hnykkt á því sem áður var hér sagt að þegar það lá fyrir að Vátryggingafélag Íslands ætlaði sér að loka hér starfsstöðum sínum þá lá fyrir að við framlegging á samningi Vátryggingafélagsins við Vátryggingafélag hefur tryggt sveitarfélagið eftir útboð sem var fyrir 3 árum. Inn í þeim samningi var gluggi áramótið þar sem var ákveðið að menn gæti annað framlengt til 2 ára samningin eða tekin hitt útboð. Við töldum svona í ljósi þessari skilaboða sem Vátryggingafélag er á vissan hátt að senda okkur þó við séum ekki á nokkurn hátt að átta okkur á því að þetta er breytingar í þessari þjónustu eins og annarri þá sé það mjög sérstakt að menn skul ekki sjá sér hag í því samt að vera með útibú hér í þessu stóra sveitarfélagi að þá ákvæðan að falla frá þessari framlengingu og fara í útboð og það er eðlilegt og sérstakt að horfa þetta til allra þjónustu þátta í slíku útboði líka hvernig staðið er að útibúa rekstri og annað slíkt. Aðeins hvað varðar bókunum veiðileggjald sem bæjarráð lagði fram heild sinni og formaður las sér upp á þann þá er það allavega mín persónulega skoðun, ég er afskaplega ánægður með að sett fram þessa bókun, mér finnst það afar sérstakt að í þessu boðaða frumvarpi veiðileggjöld hvernig uppsjáriðnaðurinn sem er nú hvað sá iðnaður sem hefur fjárfest hvað mest og byggir á stofnum sem er það sem mikil áhættur undir á hverju ári hvernig veiðar verða að það sé tekið nú með sérstökum hætti út úr og lagt á það þessi auka skattheimta. Það getur náttúrulega ekki talið spóðlegt. Sé það vilji stjórnvalda eins og kemur fram í þessu að leggja veiðigjöld og ég hef alveg á því persónulega skoðanir að mér finnst veiðigjöld afskaplega sérstök skattheimta að hér sé lagt
á eina atvinnugrein á Íslandi sem byggir nú á stór hluta út af landsbyggðinni, þá sé lagt tvöfalt skatt, þess að laður tvöfalt skattur. Það er alltaf mín persónulega skoðun. Mér finnst það sérstakt og mér finnst umræðum sjávarútveg á opinberum vettvangi oft á tíðum á Íslandi ekki vera hvorki hófsunni stillileg og ekki taka mið af því hversu mikilvæg atvinnugrein hann er, og mætti þá sömu samfélagsrýnar og gagnrýna hann, mætti þá kannski líta á aðra þætti á Íslandi og hafa uppi sömu gagnrýni og það á þá. En þá finnst mér það sérstakt að þetta sé þá þetta aukalega gjald sem mun leggjast þá hvað harðast hér á í okkar þremur stóru öflugu fyrirtæki sem eru öll að fjárfesta og eru munu fjárfesta áfram, að fjárfesta í aukinni tækni, í auknum skipakosti til þess að nýta þessa afurð sem best og sem skynsamlegast og úr henni komið sem mesta tekju, og eru á sama tíma að gjalda gríðarlega háa skatta, góð sem er í formi tekjuskatts annað, en að veiðigjöld þeirra sé þá hærri líka umfram, það finnst mann ekki í jafnræði, og ég vona svo sannlega að það verði tekið til skoðunar í þessari umræðu veiðigjaldafrumvarp á Alþingi að horti þess að það sé þá allavega í jafnræði eigi að leggja veiðigjöld á. Hvaða viðvíkur ég mun aðeins fara svo yfir í tengslum við umræðum 46 sem sagt fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar sem áður komum fram, þá fundargerð 218 við liðum henni að vísað inn til eignarskipulags- og umhverfisnefndar aftur, og við erum að taka þess vegna fundargerð 219 hér og eftir með afbrigðum eins og ég bar fram upphæði fundarins. Ég mun fara við það betur og eftir með þá fundargerð. En það var svo mikið fleira í þessu, vilja fleiri hvað þessi hljóð sér. Einar Már Sigurðsson gerði svo vel. Forseti góðir bæjarfulltrúar, örfá orð margt ágæta ræðu bæjarfulltrúa Jans Garðars hér áðan. Ég vil nú fyrst taka það sem að byrjaði með, vegna þess að það er held ég afar brýnt mál, það er að segja að við veltum fyrir okkur öllum leiðum til þess að auka starfsánægju okkar starfsfólks. Það er mikilvægt að við skoðum það heildstætt. Eins og við vitum þá eru lausir kjarasamningar og það þarf auðvitað að gera ýmislegt í tengslum við þá. Ég hef áður bent á það hér að það er umhugsunar efni að starfsfólk sveitafélaga á landsvísu sé lægst launaða fólkið í landinu. Það er held ég ekki boðlegt fyrir okkur að bjóða upp á slíkt. Það er klárlega hluti á starfsmannaveltu í ýmsum hópum hjá okkur og víðar landið, þó sé jafnvel meira víðast annar staðar heldur en hjá okkur, og þess vegna meðal annars er mjög brýnt að við getum mætt því, vegna sem við erum þetta bundin á kjarasamningum sem er á landsvísu, og ég er nú ekki slíkur bjartsýnismaður að búast við því að í næstu kjarasamningu verði kollsteypa í þeim efnum, heldur kannski vonandi einhver skref í rétta átt. Þessna held ég að sé stórverkefni að reyna að auka sem mest starfsánægju, og það er að sjálfsögðu þetta að gera það með ýmsu öðru heldur en bara launahækkunum. Það hefur í gegnum tíðina til dæmis verið afan sveigjanlegur vinnutími sem ég held að sé svolítið lausnarorð í þessu, það er sveigjanlegur vinnutími, menn hafa verið að skoða það mjög víða, og ég held að grunnskólar almennt á landinu, ef við horfum svona í sögulegu samhengi, þá hafi þeir á margan hátt verið þar til fyrirmyndar. Það hefur sveigjanlegu vinnutími verið mjög lengi við lýði, og þar hafa menn í flestum tilfellum farið þá leið að treysta sínu starfsfólki við að ljúka sínum verkum, og það held ég að sé lína sem við eigum að fara. Það er að segja fólk er að vinna ákveðin verk, það er í ákveðnum störfum, það þarf að sinna þeim, og þá sé ekki aðalatrið að það sé algjörlega gert eingöngu á einhverju tímabili, heldur sé hægt að sveigja það svo lítið til eftir því hvað hendar. Og ég man ekki betur en einmitt í starfsmannastefninu okkar henni nýri sé meðal annars lögð áherslu á það að það sé reynt að koma til móts við starfsfólk á þennan hátt. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við skoðum alla leiðir, og mér fannst bókunin athyglisverð í fræðslunefnd og síðan er einmitt bókun í bæjaráði sem að vísar þessu áfram, og að þetta verði skoðað heildstætt, og það held ég að sé fagnaðarefni. Aðeins vegna vinnulagsins í fundi númer 218 hjá eignarskipulags- og umhverfisnefnd,
þá það þannig að fundur 218 eða fundar 218 sem að hér var tekin inn til afbrigða fundur 218 og ekkert held ég við hann að athuga. Við afgreiddum þannig í nefndinni vegna þess að við höfðum í millitíðinni reynt að taka dagskrárlið sem kannski hefði verið eðlilegra að hefði bara verið frestað á fundi 217 en hafði ekki verið gert bara til þess að við værum ekki að rugla neitt vinnulaginu við fjárhagsáætlunargerðina. Þá reyndum við að gera þetta á þann hátt sem að hér var lýst áðan en leið og kemur við það athugasemd hvaðan sem hún kemur þá hún að sjálfsögðu tekin til greina og þess vegna tókum við þá liði aftur fyrir á fundi 218 sem var fundur sem haldið var núna síðastliðin mánudag en hinn fundurinn var ekki fundur og þar leiðandi hann ekki í neinni sögu og það alveg hárrétt sem hér kom fram áðan að þetta ekki vinnulag sem við leggjum í van okkar. Þarna var verið að reyna sem sagt að tefja ekki fyrir og það algjörlega ljóst að þetta á fullri ábyrgð formannsnefndarinnar. Hann ber alla ábyrgð á þessu. Það var hins vegar ekki illa meint og það var alls ekki verið að reyna að berja niður mikla lýðræðisást sem við að sjálfsögðu höfum öll. Heldur eingöngu sem ég sagði að hann verið að reyna að létta á ferli en eins og ég sagði leið og athugasemd kemur, hvaðan sem hún kemur að þá að sjálfsögðu þetta ekki viðhaft. Þannig að ég vona að þetta skýri nú málið. Síðan vil ég taka undir allt það sem hér hefur komið framvarðandi þau miklu vonbrigði sem að ég held að Austfirðingar almennt allir hafi orðið fyrir þegar að samgönguáætlun kom fram í dagsljósið, hvort sem það var 5 ára eða 15 ára áætlunin. Það augljóslega hlutur okkar mjög fyrir borð borin. Það var brugðist nokkuð snöfumannlega við þessu af stjórn Sambands sveitarfélaga og við gerðum strax ákveðna ályktun í stjórninni og óskuðum eftir fundi með samgönguráðherra sem að hann var við mjög snaggaralega og við áttum fund með honum á Akureyri í tengslum við landsþing Sambands sveitarfélaga þar sem að var verulega vel yfir þessi mál farin og eins og kom hérna fram hjá forsetaðan þá verður á morgun fundur með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis þar sem að ég mun mæta fyrir hönd Sambands sveitarfélaga og síðan fulltrúar bæjarstjóri fyrir hönd Fjarðabyggðar og síðan fyrir hönd Djúpavogshrepps, Seyðisfjarða, Kaupstaðar og Fljótsdalshéraðs munum mæta fulltrúar líka. Fundarins gerir ráð fyrir að verið þannig við verðum þarna öll saman og ég mun í leið og umræðuna og fara fyrst yfir svona megin áherslur SSA og síðan mun hver fulltrúi frá hverju sveitarfélagi fara yfir sér áherslur hvers sveitarfélags og þá munum þetta sér áherslur okkar sem að var farið ágætlega hér yfir áðan koma að sjálfsögðu fram. Það hins vegar þannig eins og við þekkjum sem við höfum verið að starfa á vettvangi SSA að það get ekki allir náð alltaf öllu nákvæmlega fram í orðalagi og það alveg hárrétt sem hér kom fram að Suðurfjarðavegur sem slíkur ekki nefndur en hins vegar vísað til fjöldra brýnna verkefna sem ályktað hefur verið og það ekkert launungamál. Eitt af því sem hefur verið ályktað og í síðasta aðalfundi þá var í mitt orðalagi þá þarf að hefja uppbygging og þjóðvegi 1 í sunnanverðum Fáskrúðsfirði og víðar og að sjálfsögðu þegar að farið yfir ályktanir sem eru reynt að hafa eins stuttar þegar verið að gera svona viðbragðsáætlun eins og við getum kallað það þegar verið að bregðast við einhverju pappír þá reynt að hafa það eins stutt og hægt en nógu vítt leið þannig að þegar að við fáum tækifæri eins og við óskuðum eftir þegar við gerðum umsókn samgönguáætlun að við fengjum að hitta nefndina að þá munum við að sjálfsögðu fara betur í einstaka þætti. Það hins vegar afar nauðsynlegt þegar að slíkt gert að hafa svona upptalningar í lágmarki að það sé ekki allt upptalið en við munum semst fara yfir þetta á morgun og aðalatriðið það að við stöndum saman það að hlutur Austurlands ekki nægjanlegur við þurfum að fá þar bætt í og mér finnst líka mikilvægt að það komi fram að oft hefur því verið borið við að ákveðin mál hafi ekki náð fram í samgönguáætlun vegna ósamstæðu manna hér fyrir austan. Núna geta menn ekki nota þá afsökun. Hún ekki til staðar vegna þess að við höfum náð að álykta á aðalfundum SSA með þeim hætti að það ekki hægt að benda á nei það allt upp í loft hjá ykkur og þess vegna getum við ekki gert þetta og þetta og þetta. Nú hljótum við að fá réttu skýringarnar. Af hverju ekki verið að gera þetta þegar ekki búið að
þegar ekki er hægt að nota þetta sem skýring á því. Og annarkvort það sem er nú notað svona yfirleitt opinberlega, það ekki nægilegt fjármagn, en þá spyrir maður sko akkur í þessi röðin ekki einhver önnur, eða þá að það einhvað annað og við þurfum bara að fá það á hreint að þar sem ákvarðanir eru teknar, þar gefið menn réttar skýringar og við skulum sjá hvað gerist. Ég gerir mér ekki vonur það á fundi með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að þar komin eina skýringar á einu en einu. Það nú yfirleitt þannig að það liggur við að sé eintal þeirra gesta sem þeir koma með einstaka spurningum og búið, en þar fer ekki fram mikil diskussjón innihald hluta, en við fylgjumst að sjálfsögðu með umræðum á þinginu samgönguáætlun og vonum að þar komi skýringar á hlutunum. Þakka fyrir hennar. Áður en að lengri haldið þá hefur Ragnar Sigurðsson, ég hefði náttúrulega getað sér upphafi, vakið athygli mín á því að undir liðnum í Bæjarráð 586 liður segja 2.10 og 2.11 sem annars vegar fjárhagsáætlun hjúkrunarheimila, hins vegar erindisbréf framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila. Og Ragnar framkvæmdastjóri hjúkrunarheimila og óskaði eftir því að þessi liði verið teknir sérstaklega til umræðu og atkvæðagreiðslu og hann víki fundi á meðan. Og sömuleiðis þetta kemur hér fyrir í fundagerð félagsmálanefndar og eftir og undir fundagerð framkvæmdastjóra hjúkrunarheimila sem eðlileg ósk og þar leiðandi mun lið 10 og lið 11 í 586 þeir verða teknir sérstaklega hér til umræðu og atkvæðagreiðslu eftir. Ragnar Sigurðsson við Mári, gerðu svo Ragnar. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðri gestir. Örlítið varðandi hinn meinta fund eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 218 sem að fór nú fram núna fyrir örskömmu síðan en fór ekki fram eins og hér kom fram áðan í upphafi vikunar eða í miðja síðustu viku. Þá skal þess nú getið að hér var ekki neina óbilgirni að ræða og það var sökum tímaskorsins og það var alltaf opið fyrir það að halda símafund. Þegar að fundarboðið kom og fundargerðin kom tilbúin til afgreiðslu að þá gerði ég strax athugasemd í tölvupósti að fundurinn skildi fara fram með þessum hætti enda svo veiga mikið mál til umræðu. Svo því sé haldið til haga. Hins vegar er gott að blessa, þá tekið tillit til þessar athugasemda og þarf við að tíunda það eitthvað frekar en það var svo sannlega gerð athugasemd við þetta strax. Hvað fyrir Ragnar? Vilja fleiri hvað þessi hljóðsundi fundagerðin Bæjarráðs? Jens Garðar gerðu svo vel. Forseti, aðeins varðandi starfsánægjuna að ég held að þetta sé nefnilega eins og fram hefur komið hér áður að þetta gríðarlega stórt mál fyrir okkur að reyna að auka eins og við getum starfsánægju starfsmanna sveitarfélagsins. Þetta viðfangsefni sem að flest fyrirtæki eru með á sinni könnu alla daga og að sjálfsögðu erum við með það líka en við eigum að leita allra leiða til þess að reyna að auka starfsánægju því að þar með því held ég að sé fólkin líka mikill sparnaður við minkum held ég starfsmannaveltu, vinnutengd veikindi og fleira. Og það nefnilega svolítið merkilegt að í mörgum könnunum sem hafa verið gerðar meðal launafólks að þá eru það ekki laun sem eru í fyrsta sæti þegar að fólk á að forgangsráða hvaða setur í fyrsta sæti, annað sæti og þriðja sæti varðandi sína vinnu. Og það kemur eiginlega í mörgum af þessum könnunum kemur það í ljós að laun eru kannski í 3. til 5. sæti. Það eru aðrir þættir sem að fólk setur og vegur þyngra heldur en kannski beint launahækkanir eða launin. Það getur til dæmis verið hrós frá yfirmanni og viðurkenning á þeirra störfum. Það eru bara almennt vinnuumhverfi og starfsaðstaða og það fleira. Ég held að sveigjanleiki í vinnutíma og annað. Þetta eru hlutir sem að fólk líka að horfa á og ég held að við megum ekki vanmeta það bæði þegar að
bæði þeirra sveitafélögin eru að semja við sína umbjóðendur eða sitt starfsfólk eða á almenna markaðnum, að þá eru þetta þættir sem kannski kosta ákveðna breytingu bara á skipulagi, í uppsetningu og vinnu, geta kostað einhverja vinnu í upphafi við að endurhugsa hvernig við gerum vinnuna, en þegar upp er staðið þá eru þetta þættir sem kannski hafa ekki svo mikinn kostnaði fyrir með sér en skila ánægðari starfsfólki sem líður betra í vinnunni, því að ég held að sé ekkert verra fyrir fólk en að vakna á morgnana og kvíða fyrir því að fara í vinnuna eða líða illa í vinnunni sinni. Ég held að það sé ekki gott og ég veit að það er náttúrulega kannski ekki það sem við búum við hér í Fjarðabyggð en við þurfum að stefna því og það á bara, og ég veit að það er, við erum öll sammála um það að við viljum náttúrulega starfsfólki Fjarðabyggðar líði sem best í vinnunni sinni. Varðandi, ég þakka formanni SSA, Einari Má, hans yfirferð hér áðan varðandi áherslur í samgöngumálum og þetta hafi ekki komist inn. Ég verð að segja það að mér finnst að miður, forseti bæjarstjórnar fór hér yfir áðan og óþarfi að endurtaka það og lengja fundin yfir mikilvægi Suðurfjarðavegar, kannski umfram marga aðrar vegaframkvæmdir. Við höfum í upptalningu er sérstaklega talað Öxi, sem þá voru ég að tala vegaframkvæmdir, við erum ekki að tala hér jarðgöng, við erum að tala framkvæmdir á vegum og þá er talað Öxi sem er mikilvægt fyrir ákveðið svæði í Fjarðabyggð en fyrir okkur hér sem búum hér á Miðausturlandinu eins og í Fjarðabyggð, að eins og fram hefur komið, þá er þetta gríðarlega mikilvægt. Þetta eru ekki bara samgöngur sem eru þýðingamiklar varðandi þungaflutninga fyrir það öfluga atvinnulíf sem er hér. Hér er uppskipunarstöðin, hér eru flutningarnir á milli, hér er framleiðslan, en þetta eru líka vegur sem að börnin okkar og íbúarnir aðrir eru að nota til þess að sækja þjónustu og atvinnu til og frá innan sveitarfélags og þessi vegur er ekki orðin fólki bjóðandi og þess vegna set ég hann í ákveðin forgangu umfram aðrar vegaframkvæmdir og ég held að við gerum það öll, ég held ég mæli fyrir munn okkar allar hérna, setjum við hann í forgangu umfram aðrar vegaframkvæmdir sem eru taldnar upp með öðru. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að það eru margir sem vilja betri vegi en þessi vegur skiptir það miklu máli hér innan sveitarfélags í daglegu lífi fólksins og barnan okkar hér að hann myndi ég telja að væri mjög auðvelt og með mjög sannfærandi rökum að færa upp með hinum tveimur framkvæmdunum sem taldnar eru sérstaklega í bréfi SSA og þess vegna vil ég hvetja formann SSA sérstaklega þegar að hann hefur mál sitt og fer yfir áherslurnar með umhverfis og samgöngunefnd eða samgöngu umhverfisnefnd Alþingis núna á morgun að þá vil ég hvetja hann sérstaklega til þess að bæta Suðurfjarðavegi inn í sitt mál sérstaklega þar sem að tvær framkvæmdir eru kannski dregnar út fyrir sviga, að hann bæti Suðurfjarðaveginum við og leggi áherslu á hann líka í þeirri upptalningu og ég veit að hann tekur tillit til þessara óska okkar allra hér, held ég. Takk. Takk fyrir Jens, fleiri kveðs ljós, Einar Már, gerðu svo vel. Forseti góðir bæjarfulltrúar, ég þakka nú hvatningu Jens Garðars en eins og hann veit þá þykk ég þær með allar hvatningu með þökkum en ég held að hann þurfi nú ekkert að hérna fara yfir það hvernig ég hafa málu mínu. Ég geri það nú svolítið eftir mínu eigin höfði og svolítið hvaða blástur verður á mér þegar ég kem á vettvang. Ég er nú ekki vanur því að ákveða það algjörlega fyrirfram hvert einasta orð sem ég segi. Ég mun meta það þegar það kemur. Hins vegar finnst mér hann nú gera full lítið úr því að bæjarstjóri okkar verður þarna til þess að flytja okkar mál sérstaklega. Það er þannig að ég verð þarna sem talsmaður landshlutans alls en bæjarstjóri verður hér til að leggja sérstaka áherslu á þau mál sem snúa beint á okkur. Og ég verð að segja það og til eðlilegt að það komi hér fram að ég treysti bæjarstjóra fyllilega til þess að fylgja þessu máli eftir af
þeirri festu sem þarf og vonandi verði það til þess að skila ákveðnum árangri. Það nefnilega þannig og ég held að bæjarfulltrúi Jens Garðar myndi það eins og ég fór yfir hér áðan að á aðalfundi SSA síðast þá var breytt orðalaginu, þá var ekki notað hugtaki Suðurfjarðarvegur af þeirri einföldu ástæðu að við erum ekki að tala um allan Suðurfjarðarveg og það getur verið villandi fyrir þá sem ekki þekkja nægilega vel til að við séum að tala um allt og raunverulega langan kafla. Þess vegna farið í það að þá þarf að hefja uppbygging á þjóðvegi 1 í sunnanverðum Fáskrúðsfirði. Í sunnanverðum Fáskrúðsfirði. Þannig að það sé ekki allur Suðurfjarðarvegur sem er miklu stærra verkefni heldur en bara á sunnanverðum Fáskrúðsfirði sem auðvitað það sem er lang brínast í þessu og síðan auðvitað vetrasamgöngu sem þarf að tryggja enn betur nú en áður á milli Breiðdalsvíkur og Stöðvarfjarðar því við erum auðvitað að keyra þar skólabörn á milli. Það hins vegar og ég ætla nú ekki að eyða tíma mikið í það hér en ég get farið yfir það með bæjarfulltrúa Jens Garðari ástæður þess hvernig við fórum yfir þetta og tókum þetta saman á þennan hátt og það auðvitað samþykktir SSA sem þar eru algjörlega lögð til grundvallar og gleymum því ekki að þær fóru að sjálfsögðu með og það verður farið yfir þær svona eins og tímarammi okkar leifir á morgun, það auðvitað takmörk fyrir því hvað við getum gert. Aðeins varandi það sem kom hérna fram hjá samnefndarmanni mínum í efnahagsskipulags- og umhverfisnefnd að þá það alveg rétt í fyrsta tölvupósti sem frá honum kom var rætt það að hann hefði haldið þetta yrði símafundur en það kom nú bara fram á þeim fundi líka því miður var erfitt að finna þann tíma vegna þess að það hentaði ekki öllum sami tímin og þess vegna var ákveðið að reyna þetta en alltaf sagt að reyna það og ef það gengi ekki þá verði það ekki gert. Nei, það auðvitað þannig að stundum þarf að bóka bara betur vegna þess að auðvitað erum með misjafna hvað ég maður segja, athygli í gangi hvert sinn þegar rætt en það var ég sem lagði þetta til eins og ég sagði hann, ég ber auðvitað full ábyrgð á því en það lá alltaf fyrir að minni hálfu ef einhver gerði við það athugasemd og ég minnist þess að samnefndarmaður minn endaði sinn síðasta tölvupóst á því hann gerði ekki frekari athugasemdir. Ef þar hefði hins vegar staðið, ég ítreka mína fyrri athugasemd þá hefði ég skilið það á annan hátt en þetta segir eins og oft vill verða að menn skilja misjaflega ákveðin orð en ég vona að máli sé nú út úr heiminum þar sem að ég tel að ég hafi brugðist fyllilega rétt við á þeim eina sanna fundi 218 sem haldin var og færður til bóka. Þakka verinar, orðið laust fundargerð bæjarráðs fyrir fleiri kveðs í ljós. Svo virðist ekki vera, þá tek ég fundargerðir bæjarráðs að undanskildun lið 10 og 11 í fundargerð 586 og ber þær upp. Það er sanngjarnt skeiðmerki, sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá ætlar Ragnar Sigurðsson að víkja úr sal og við tökum til umræðu og afgreiðslu lið 10 og 11 í 586. Það er annars vegar fjárhagsáætlun hjúkrunarheimila sem bæjarráð samþykkti og hins vegar erindisbréf framkvæmdaraðs hjúkrunarheimila sem bæjarráð vísaði hér til afgreiðslu. Vill einhver kveða sér hljóðs það? Svo virðist ekki verið berðið til samþykktar. Þessi tveir liður samþykktir með 8 atkvæðum og Ragnar má ganga í sal. Og þá erum við komið hér í fundargerð eignaskipun Sungarseldar og mun ég hafa nú svolítið innganga að því. Eins og áður sagði þá óskaði eftir hér í upphafi að fá að taka inn fundargerð með afbrigðum sem þið samþykktuð, það gerði ekki athugasemdir við. Sú fundargerð mun eftir sem áður fá númerið 219. Því að fundargerð 218 sem bóka var við og Jens fór yfir hér í umfjöllunum fundargerði bæjarráðs sem 586. Bæjarráð tók það ákveðin að vísa liðum þess fundar tilbaka eignaskipun Sungarseldar og þeir voru teknir og afgreiddir á fundi 219. Þannig að fundargerðin var fundurinn, lauk ekki, þar að leiðandi hafa hann ekki neitt ályktunar gildi. Hans mál voru fjallað það á öðrum fundi en númerröðin heldur sig. Þetta í ljósi bara umhalds í stjórnsýslu og sem snýra ritum fundargerða. Þannig að hér eru í raun og veru 3 fundir til umræðu en fundur númer 218 það ekki til umræðu því það öllu að vísa tilbaka. En það kemur hér inn á fundargerð 219 og leið og ég tek hann inn þá óskaði eftir bæjarfulltrúa
Í þeirri fundagerð 219 sem við tökum hérna afbröðum eru liðir sem kallast samþyktir og eru samþyktir fiðufé, samþyktir hundahald, samþyktir fráveitu, samþyktir hesthús og gripahús, samþyktir umgengni og þrifnaðutan og samþyktir meðalur úrgangs. Að þessum liðum þeir verða ekki afgreiðir hér þessar fundagerð heldur vísa til bæjarráðs og koma svo inn í síðar umræðu. Því að þeir eru eiga eftir að fara í gang síðar umræðu í bæjarstjórn. Hafa lokið fyrir umræðu komið frá heilbrigðiseftirlitinu. Þetta eru svona þessar samþykktir koma þaðan og heilbrigðiseftirlitið yfirfór þær afgreitt þær til Fjarðabyggðar og við myndum að taka þær í aðra umræðu á bæjarstjórn sem við gerum næst. En að öðru leyti verður eftirtöldum liðum sem annars eru starfs- og fjárhagsáætlun, framkvæmdir Leikskóla Lyngholt og áður segir, þeir liðir afgreiðast hér í fundagerð nr. 219. Og nú hef ég lokið þessum flóknu inngangi að þessu. Og orðið laust fundagerð eignarskipulags umhverfisréttar 217, 18 og 19. Ég vil einhverja þessi hljóðs, Jens Garðar gerði svo vel. Forseti, ég kannski aðeins í framhaldi þessari umræðu, ég er algjörlega sammála því og sammála formanni nefndarinnar að við erum búin að leiða þessa umræðu í jörð og þessi vinnubrögð þetta ætlum við ekki að tilengja okkur en segjum sér svo að nefndin hefði samþykkt þetta með þessum hætti og að enginn hefði rauninni kveikt á þessu, minnihlutinn hefði ekki gert neinar athugasemdir við þetta starfslag og segjum að þarna inni hefði verið ákvarðanir sem að á einhverjum tímapunkti einhver íbúi eða fyrirtæki hefði gert athugasemdir við og jafnvel farið í mál út af eða hvernig sem það er að þá er það þannig að svona fundagerðir og svona fundasköp þau halda ekki vatni lagalega. Þannig að það er ekki bara að við höfum vilja flýta okkur og annað og hvernig sem það er en þá er það líka þannig að við verðum að passa okkur á því að svona fundagerðir eða svona gjörningar þeir halda ekki vatni gagnvart lögum. Þannig að þeir eru markleysa ef það kemur að einhverju slíku. Þannig að bara út frá því gætu við verið að skapa okkur mikil óþægindi og kostnað. Þannig að þetta var svona punktur sem ég glemdi að koma með áðan að þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt í öllum okkar störfum að við vöndum okkur sérstaklega þegar við erum einmitt að halda fundargerðir og erum að halda fundi að við bókum fundina rétt þannig að það sé ekki hægt að hanga sveitafélagið á svona hlutum. Þannig að þetta var nú bara ábending sem ég vildi koma með sem ég glemdi að koma inn áðan. Takk fyrir Jens, vilja fleiri kveða sér hljóðs fundagerð eignarskipulags umhverfisnefndar? Svo virðist ekki vera, þá ber ég þær upp til samþykkta þess að samþykkja skeiðmerki. Það eru samþykkta með 9 atkvæðum og eftirtöldum liðum sem varða samþykktir er vísað til bæjarráðs og áður var getið hér Þá erum við komin í fundagerðir hafnarstjórnar númer 204 og 205 og leið og ég opna mælendaskrá og skal þetta fá að taka aðeins til máls. Það er í tengslu við fund 204. Þar vorum við búin að vera í umræðum stefnum, við höfum verið í umræðum stefnum og það var skemmtilega að skipa 2018. Við teljum með brýnt að hafnarstjórn fari slíka vinnu í vetur og ljúki henni. Þar var ákveðið að boða til fundar hagsmunaaðila og stefnt hafi verið deginum í dag. Sérst hagsmunaaðila hér í ferðaþjónustu. Það var svo tekin ákvörðun til svona frekar undirbúnings að fresta þeim fundaðins, þannig að hann var ekki auglýstur. Bæjarstjóri hefur verið að vinna því ásamt hópi hér atvinnu- og þróunarstjóra, upplýsingu og kynningafulltrúa og fleirum hér innhús og ásamt hafnarstjóra að fara aðeins í meiri og dýpri umræður. Þar að leiðandi var þegar kemur fram að stemt síðan 1. nóvember að þessi fundur mun fara fram nú í nóvember. Þar verða boðaðir hagsmunaaðilar í ferðaþjónustu til umræðu. Okkur finnst það eðlilegt að við byrjum þar og finnum hvaða sýn ferðaþjónustan hefur á komur skemmtiferðaskipa og síðan munum við taka þetta og stefnum að ljúka þessu í vetur. Aðeins við tókum þetta líka fyrir breytinga stækkun hafna, breyting og lóðarmörkum á
Eskifirði. Það var beiðni Eskju stækkun lóðar í Leirubakka. Í framhald þessu höfum við svo oft fundið með Eskju og það er heilmiklar framkvæmdir sem við þekkja búin að eiga sér stað við byggingu á svo glæsilega uppsjávarhúsi og frystihúsi og fleiri framkvæmdir sem er horfa til og þarna þurfum við að horfa til frekar framkvæmdir og hafnarstjórnin nú fullu að velta fyrir svo mun verið þeirri umræðinu áfram hvernig því sé best hátta með hafnarframkvæmdir í kringum þetta stóra og mikla hús og það mun ekkert skorta verkefni fyrir hafnarsjóð á næstunni frekar heldur en verið hefur en þetta var svona sem ég hefði bara koma aðeins inn á hér orðið Lustu Hundageir Hafnarstjórnar. Hei, Jens Garðar. Forseti, ég vil byrja á að fagna þeirri vinnu sem að hafin er varðandi málefni skemmtiferðaskipa. Ég held að það sé mjög þarft og gott fyrir okkur akkurát á þessum tímapunkti að ákveða í hvaða vegferð við ætlum að fara og ég vonast til þess að það skapist góð sátt bæði hér innan bæjarstjórnar sem og við hagsmunaaðila, hvort sem það er höfnin eða ferðaþjónustuaðilar hvaða stefnu við eigum að taka varðandi skemmtiferðaskipin og ég hlakka til að sjá hvaða tillögur koma út úr þessari vinnu. Það er hérna liður 4 landtengingar skipa. Þar stendur hafnarstjórn tekur jákvætt í erindi Eskju aflmeiri landtengingar fyrir skip í landlegu og felur framkvæmdastjóra að undirbúa framkvæmdir við öflugri tengingar fyrir fiskiskip og fara yfir málin á höfnum Fjarðabyggðar. Mér langaði bara að spyrja formann hafnarstjórnar varðandi þennan lið. Nú hefur verið svolítið í umræðunni að vandamálið við þetta hefur verið mikið umræðunni landtengingar skipa heilt yfir. Hvort sem það er fiskiskipaflotinn eða hvað þá skemmtiferðaskip sem er náttúrulega taka gríðarlega miklu orku. Ég veit nú ekki hvort það væri til orka í skemmtiferðaskipin en að sama skapi þá fer mikil orka í að landtengja fiskiskip líka. Mér finnst þetta, og þetta er náttúrulega framtíðarmál og mér langaði bara að spyrja formann hafnarstjórnar hvernig er staðan hér? Eru við með orku? Getum við skaffað orku til þess að búa til öflugri landtengingar fyrir fiskiskip sem eru hér í höfnum Fjarðabyggðar? Því að þetta er mjög spennandi verkefni, þetta er umhverfisvænt verkefni. Það er náttúrulega miklu betra að vera með skip tengt við orku sem er framleitt hér úr vassafli heldur en að ganga hér á ljósavélum í höfnum Fjarðabyggðar. Þannig að þetta er mikið framtíðarmál og spennandi en mér langaði svona að spyrja hvernig kom það eitthvað fram á þessum fyrsta fundi. Nú veit ég þetta er fyrsti fundur og menn taka jákvætt í það sjálfsögðu en hvernig svona hafa menn einhverja tilfinningu fyrir því hvernig það er að varðandi að geta skaffað orkuna hér í Fjarðabyggð? Því ég veit að á mörgum svæðum víðsvegar um land er ekki þessi orka fyrir hendi, hvorki dreifing né orka en hvernig er staðan hér? Getum við gert þetta? Og ég held að með þessu myndum við líka ef við getum boðið upp á landtengingar fyrir fiskiskip sem er að koma hingað inn til Fjarðabyggðar þá myndum við stórauka samkeppnishæfni hafnarinnar í það að fá hér inn landanir og fleira. Já, ég mun bregða þessu eins og þessum spurningum heilt yfir þá virðist við geta þá eigum orku til að fiska eða stóra málum við landtengingarskipa er þannig að landtengingarskipa þannig verður meira og minna útgerðarfélögin að horfa til þeirra skipa sem liggja lengri tíma. Það er ákveðin vandkvæðan bundið ennþá að landtengja skip í löndunum af því að við það að landtengja þau þá fara iðnaðartölurnar út, það tekur dágóðan tíma að keyra þær upp aftur. Þannig ef við erum ræða stuttalöndun, þá tala alltaf 12 tímum, þá hafa menn allavega ekki enn komnir á þann stað tæknilega, er mér sagt að fróðari mönnum í þessu. Og við tókum aðeins ágætis umræðum þetta fundir með Eskju og eins með síldarvinnslunni að svona þetta
hvernig við sjá þetta fyrir sér. Eskja hefur komið fyrir tenglum utanlega Eskifirði. Við vorum að velta fyrir okkur staðsetningu þessa tengla núna, þessa nýju tengla inn við nýja frystihús eða þar á hafnarkantinum, en við getum skaffað í landtengingar í fiskskipaflotanum orku. Svona við fyrstu sín þá verðist það eitt að geta gengið. Það er svona verið að safna saman uppsýningu og það út frá öllum stöðum. Þegar við erum að ræða semst lengri legu og menn láta þá erum við hugsalega með á milli vertíða og annað slíkt, yfir hátíðar og þegar skipin fara í lengri legu. En sem komið þarf búnaðurinn að vera eitthvað aðeins, það þarf að þróa hann búnað aðeins betur upp á svona styttri tengingar. Þetta er svona, já, klukkutíma verk að landtengja þau og þá hafa það kvart undan að inntölvu búnaður og fleira verðist þurfa allar að endurstilla sig. Hvað viðvíkur sko skemmtiferðaskipunum sem er alveg hárrétt, þá er það að þetta er nú þessi stórum málum í loftslagsmálum í Íslandi, útblátt skemmtiferðaskipa er gríðarlega stór, það er ekki til orka fyrir skemmtiferðaskipin í dag. Það er ekki, ef þetta landtengja þau stærstu þegar þau koma, þá er það ekki, það er hvorki til flutningsgeta nýja endabúnaður fyrir slíkt, er mér sagt. Það er hérna, en það þarf að koma og kannski þarf að útfæra ennþá betur þennan tengibúnað. Ég held í einfældi minni fyrst þegar ég var að kynna mér þetta fyrir nokkrum árum, þetta væri einfaldari aðgerð að landtengja, en hún er töluvert, hún kallar á töluvert flóknari útlýsningar, þannig að, en við getum skaffað orku, er mér sagt, að það er svona við fyrstu sín hjá hafnarstjóra að við getum skaffað orku í landtengingarnar í þessi skip sem við erum með núna. En svo er það bara spurning hvernig það verður útfært í framtíðinni. Það er byrjað að skoða þetta núna og líka sérstaklega út frá hvar við að setja búnaðinn upp, á hvaða hafnarkanta í hverju höfn, þannig að það sé öruggt að það fái full not. Þannig að svaraði þetta spurninguðinni. Vilja fleiri hvað þessi hljóð sem fundagerir hafnarstjórnar? Já, líka eins og Eydís myndi mig hér á í tengsluðu stefnumótunina að þá vísum við líka til menningar og nýsköpunarnefndar þar sem ferðaþjónustan er, að taka umræðu þar og ég held að við vorum sammála um það að hafnarstjórn og mér heyrist það sama hérinni að við reyndum að fá viðbröðum sem víðast á samfélaginu og til þess að fara í þessa vinnu, hún er algjörlega nauðsyn að hún taki á sig mynd í vetur og henni ljúki, því að þetta er, við þurfum svolítið að taka ákvörðun, ætlum að vera á sama stað, við erum í dag, ætlum að sækja fram og fjölga komum skemmtiferðaskipa eða ætlum við að fara út og hætta móttöku skemmtiferðaskipa. En maður sér það núna á þeim tölum sem eru gefnur upp eins og höfnum, Ísafjörður, Akureyri, Reykjavík, þar sem skipakomun sko farið yfir 100 ári og síðan bara hér á Seyðisfirði þar sem það er held ég 50 þetta ár, ef maður rétt í töluðana, þannig að þetta er orðið gríðarlega stór iðnaður. En svo er þetta spurning hvað verður þennan iðnaði framtíðin í tengslu loftslagsmál og takmarkarnir á notkun svartolíu og fleira hér í landhelginni, því að sum þessi skip ganga á slíkri olíu að hluta til. Ef við erum fleiri kvæðislögu sem fundagerir hafnarstjórnar, svo virðist ekki vera. Ég ber það til sanndar, þessi það er sanngjarnir skemerki, það eru sanndar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð fræðslunefndar nr. 62, orðið er laust hana, vill einhver kveða sig ljós. Jens Garðar, gerðu svo vel. Forseti, í fundagerð fræðslunefndar nr. 62 að þá eru hér 2 bókanir frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það er óþarfi að fara yfir fyrri bókunina sem að hún er rauninni seinni bókunin í þessari fundagerð en varðandi sveigjanleika í vinnutíma. Henni hefur verið gerð góð skil hér á þessum fundi og ánægjuleg niðurstaðið því. En varðandi gjaldskrá skólamats í grunnskólum 2019, lið 5, að þá lagði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fram svo hljóðandi bókun sem ég ætla að fá að lesa hér með leyfi forseta. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lýsir yfir ánægju sinni með að í tillögu meirihlutans í fræðslunefnd eru ekki lagðar til hækkanir á gjaldskrám leikskóla og frístundaheimila.
Hins vegar getur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í fræðslunemnd ekki samþykkt lækkun á skólamáltíðum 33% eða úr 450 krónum í 300 krónur. Lækkun sem áætluð 25 milljónir króna. Í fyrsta lagi eru óskir fræðslunemndar umfram úthlutaðan ramma 20 milljóna króna. Óskir sem meðal annars snúað auknu fé í kennslutímamagn, stuðningsfulltrúa, frístundaheimili, auki stöðugildi námsráðgjafa, vinnufatna skólaliða og tímamagni tónlistarskóla. Liggur því ljóst fyrir að víða þörf á auknu fé í starfi fræðslustofnana í Fjarðabyggð. Í öðru lagi þá verður að líta á heildarmyndin á þeirri vegferð sem meirihluti fræðslunefndar á. 33% lækkun á skólamáltíðum einungis fyrsta skref meirihlutans í að bjóða upp á fríar skólamáltíðir í grunnskólum Fjarðabyggðar og því má áætla að heildarútgjöld sveitafélagsins eftir 3 ár aukist 100 milljónir króna vegna þessa. Í þriðja lagi verður að líta til þeirra matasónar sem kann að eiga sér stað þegar að máltíðar verða fullu fríar. Erfitt eða ómögulegt verður að áætla hve margir í fæði á hverjum tíma og því mikil hætta á að matasóun verði meiri og kostnaður sveitafélagsins aukist þegar að rukkað verður fyrir hvert einasta barn í grunnskólum Fjarðabyggðar. Í fjórða lagi með mun ódýrari hætti í samvinnu við félagsmálasvið Fjarðabyggðar og skólayfirvöld í hverjum skóla hægt að tryggja að öll börn fái mat í grunnskólum Fjarðabyggðar. Fulltrúi meirihlutans tíðrætt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þessu tengt, en barnasáttmálinn gerir einmitt ríka kröfu til foreldra ábyrgð á börnum sínum, samanber 18. grein sáttmálans, þar sem segir meðal annars: Aðildarríki skulu gera það sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að sú meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og koma því til þroska. Foreldrar eða lögráðamenn við bera aðal ábyrgð á uppeldi barns og því að barn sé komið til þroska. Það sem barninu fyrir bestu skal vera þeim efst í huga. Og í 27. grein sáttmálans segir meðal annars: Aðildarríki viðurkenna rétt hvers barns til lífsafkomu sem nægir því til að ná líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska. Foreldrar eða foreldri eða aðrir sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns bera höfuð ábyrgð á því í samræmi við getu sín á fjárhagsaðstæður að sjá barni fyrir þeim lífsskilyrðum sem eru því nauðsynleg til að komast til þroska. Í ljósi þessa hvetur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í fræðslunefnd meirihluta nefndarinnar að endurskoða ákvörðun sína varðandi lækkun á skólamáltíðum og einbeita sér frekar að því að fé til fræðslumála fari í að rækja lögbundnar skyldur sveitafélagsins við nemendur grunnskólans sem og aðra íbúa sveitafélagsins. Ég held að þessi bókun spanni rauninni allt það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að halda fram í þessar umræðu, en þessi umræða svo sem ekkert bundin bara við Fjarðabyggð. Við sjáum það að þessi umræða víða og mig langar með leyfi forseta að fá að lesa hér stutta grein eftir Helgu Dögg Sverrisdóttur sem grunnskólakennari á Akureyri og á vikudegi.is fyrir þá sem hafa áhuga á því. Og ég ætla að með leyfi forseta að fá að lesa þessa stuttu grein. Það ekki öll vitleysan eins í samfélaginu Akureyri. Gjaldfrálsar máltíðir handa skólabörnum. Á samfélaginu að taka þá foreldra ábyrgð á sínar hendur að fæða börnin. Ég segi nei takk. Leifum foreldrum að axla þá ábyrgð sem þeir tóku að sér þegar ákvörðun barn var tekin. Hafa starfsmenn ráðhúsins eða bæjarfulltrúar ekki efni á að fæða börn sín eða bæjarstjóri? Hafa hjúkrunarfræðingar, læknar, lífendafræðingar og sjúkraliðar í bænum ekki efni á að fæða börni sín? Hafa starfsmenn þjónustufyrirtækja, bílasalar og fasteignasalar ekki ráð á skólamáltíð fyrir börn sín? Hvað með alla sjómennina? Hafa kennarar og stjórnendur skóla svo lág laun að þeir geta ekki fætt börnin sín? Svona gæti ég lengi talið upp. Vissulega til hópur í bæjarfélaginu sem illa staddur. Svo illa staddur að hann getur ekki gefið börnum sínum góðan mat. Sá hópur í miklu minnihluta. Þegar að sú staða kemur upp í lagi að grípa inn í. Kennarar og stjórnendur skóla vita yfirleitt þau tilfelli og geta séð til þess að þau börn fái ókeypis máltíð í skólunum. Veit ekki betur en það sé gert því stjórnendum grunnskólana ekki sama þessi börn. Hef sjaldan heyrt jafn mikla vitleysu að þorp þurfa að fæða barn.
Hef reyndar heyrt það í tengslum við uppeldi að heilt þorp þurfi til að ala barn, sem mér finnst miklu skynsamlegra. Nei, notum fjármun okkar í annað og leifum foreldrum að bera þá ábyrgð sem þeir eiga með réttu að gera, fæða, klæða og ala upp barn sitt. Og ég held ég ljúki þessu máli mínu af einna þessa grein eftir hana Helgu Dögg Sverrisdóttur grunnskólakennara á Akureyri held ég. Ég þekki hann ekkit frekar. Takk. Já. Takk hefur Jens. Sigur Ólafsson við beðum orðið. Gerðu svo Sigurður. Já. Ég veit ekki hvort ég ætla að fara að elda Óla við alla þessa kílómetris löngu bókun Sjálfstæðisflokksins þetta sérstaka áhyggjuefni þeirra sem að matur handa börnum virðist vera. En í fyrsta lagi aðeins þessa aukningu í útgjöldum til fræðslumála. Þá er hún auðvitað fyrst og fremst komin til vegna þess að það er að fjölga börnum í sveitarfélaginu. Við erum annars með vel rekna skóla og það er svo aukning sem við erum að biðja á ramma til fræðslumála snýst fyrst og fremst þessa fjölgun barna. Hvað varðar skólamáltíðirnar almennt þá hafa til dæmis Finnar áratuga skeið boðið sínum börnum upp á ókeypis máltíðir í skólum. Þeir hafa gert það í áratugi og hafa lengst að verið mun fátækara samfélag heldur en við. Þeir telja þetta hafa skipt sköpum í sínu skólastarfi og þetta sé mikið velferðar og jafnréttismál. Þetta snýst velferð barna fyrst og fremst. Á dögunum var fundur með velferðarvaktinni á Egilsstöðum þar sem að velferðarvaktin hitti fulltrúa sveitarfélaga á Austurlandi. Þar var lokið sérstöku lofsorði á þessa aðgerð okkar og hún talin vera til fyrirmyndar þegar kemur að velferð barna. Hvað matarsóun varðar þá það mjög langsótt rök en gaman að Sjálfstæðisflokkurinn skuli hafa áhyggjur af matarsóun. Það jákvætt en það verður auðvitað ekki erfitt eða ómögulegt að áætla hve margir í fæði á hverjum tíma því það verða einfaldlega öll börn í fæði á hverjum tíma. Þannig að það verður nákvæmlega ekkert erfiðara að spá fyrir hvaða magn af mat þarf í hvert sinn sem eitthvað sem öll mötuneytið þurfa að geta gert og við treystum alveg okkar fólki til þess að halda vel á spöðunum hvað það varðar. Þessi punktur með það að það sé mun ódýrara að þeir sem að geta ekki borgað máltíð fyrir börnin sín leiti einfallega á náðir bæjaryfirvalda með það, þá vitum við það að það er fullt af fólki sem að myndi aldrei kyngja stoltinu og gera það því miður. Við vitum líka að það er fullt af fólki sem hefur efnaði að gefa börnunum sínum að borða og borga skólamáltíðir en gerir það ekki af ýmsum ástæðum. Þetta var snúast velferð barnanna fyrst og fremst. Hvað barnasáttmálann varðar, þá er gaman að sjá hvað fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lásu hann í leit að rökum gegn því að gefa börnum að borða. En ef maður les sáttmálann allan, þá náttúrulega blasir það við að hann snýst velferð og heilsu barna og tækifæri þeirra til þess að ná þroska og út af það gengur þessi lækkun á álögum. Svo það auðvitað svo að þetta kemur barnafólki vel, það að létta álögum á íbúa og þarna erum við að létta álögum á barnafólk almennt og ég held að það að minnka álögur og íbúa væri eitthvað sem að Sjálfstæðismenn hefði yfirleitt áhuga á. Að minnsta kosti það mikið áhugamál þegar kemur að eigendum stórra húsa sem vissulega rétt, það eitthvað sem við erum að hafa í huga en
en það skrítið að áhugin skuli vera svona miklu meiri þar heldur en þegar kemur að þessum skólamáltíðum. Það svo auðvitað svo að það lá fyrir að þetta var eitt af okkar stórum málum fyrir kosningar. Okkar stefna í þessu var algjörlega skýr. Framsóknarflokkurinn talaði líka um það að lækka verð á skólamáltíðum. Við fengum brautargengi í þessum kosningum til þess að hrinda þessu í framkvæmd á meðan að það var náttúrulega augljóslega heldur minni áhugi á stefnumálum Sjálfstæðisflokksins. Þannig að, já, ég mjög ánægður með það að við skulum vera að hrinda þessu í framkvæmd og taka þessi skref. Það mun muna verulega þetta fyrir foreldra, barna hjá okkur sem mun aftur hjálpa okkur að auka jafnvel enn frekar áhuga barnafólks á því að búa hér. Þegar þetta verður að fullu koma til framkvæmda þá þýðir þetta sparnað fyrir hvert barn upp á 81.000 krónur á ári. Þannig að til dæmis barn margar fjölskyldur þetta þýðir bara verulega kjarabót fyrir þær. Takk fyrir. Takk fyrir Sigur, bara að minna á svona daginn bæjarfulltrúa með ávarp fyrir koma. Það bara góður meðþykir með að mennur að taka þetta inn. Það snýst ekki persónu, hér stendur heldur embættið. Aðeins bara ætlum að kveða með hljóðs hér. Svo þetta, mér finnst það mjög merkilegt og þetta var það sem ég meinti á. Mér finnst síðari bókun fulltrúa sjálfstæðismanna á þessu fundi miklu svona merkilegri bókun heldur en þessi fyrri. Ég svona finnst nú svolítið sérstakt. Ég virði algjörlega þær skoðanir að menn telja að það eigi ekki bjóða upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir. Það bara skoðun út af fyrir sig sem stendur eins og aðra skoðanir og við getum svo haft það mismunandi sjónarmið og rök. En svona kannski vill leyfa mér að benda samt á svona ákveðin þetta. Mér finnst þetta er orðið margrætt hér í bæjarstjórn og hefur verið frá því að var tekin ákvörðun gjaldskrá skólamáltíða þann 1. október síðastliðinn, eða sem tók gildi 1. október, að þá hefur þetta verið hér svolítið þaulrætt. Aðeins bara sem mér finnst mjög merkilegt í þessu, ef við tökum nú út fyrir sviga barnasáttmálun í þessu máli og ég finnst ánægilegt að menn sé búin að lesa hann hér og hann mjög margt merkilegur. Barnasáttmálinn búið innleiðan á Íslandi og eina af þessum grundvallarstoðum Sameinuðu þjóðanna í því hvernig við viljum skapa jafnræði milli þjóða heimsins og leið að hnykkja á þeirri stöðu sem börn eiga að hafa í samfélaginu. En þá það að á sama tíma og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins bæði hér í fræðslunefnd og inn í bæjarráði lýsir mikill ánægð með það að við höfum ekki gengið þá skref að hækka gjaldskóla, leikskóla og frístundaheimila. Mæta þannig barnafólki og barnmörgum fjölskyldum. Þetta hefur verið megin stef okkar lengi vegna þess að við höfum áður gripið til þess að hækka ekki þessar gjaldskrár. Til þess að þegar fasteignagjöld hafa hækkað og annað slíkt og þessum leggst þungt á fólk sem með mörg börn. Við vitum að það að vera með mörg börn, það hefur í för með sér mikinn kostnað. Að þá séu menn algjörlega upp á kant við það að vilja ekki lækka skólamáltíðir. Sem hlýtur óumræðilega að vera til gagns fyrir fólk sem á mörg börn, fyrir barnmargar fjölskyldur. Það bannorð. Og þegar menn stíga það skref, og ég haldið að menn myndu fagna því að stíga það skref að lækka þann 33% og segja, heyrðu, við erum sannlega að koma móts við þetta unga fólk sem byggir Fjarðabyggð. Nei, það ekki. Það má ekki lækka það. En það nefnilega alveg sama og menn vitni í efnahag fólks. Efnahag fólks alveg svo sami líka þegar menn eru með börn í leikskóla og frístundaheimilum. Það fólk sem misjafn efnahag. Þannig að við erum að stíga nákvæmlega þau sömu skref. Þess vegna skil ég ekki hvernig í sömu bókunni annars vegar að fagna því að lækka álögur eða standa það í stað en að vera mótið því líka að koma móts við það á öðrum vettvangi á nákvæmlega sama grundvelli. En eflaust eru fyrir því rök sem fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja halda í. Ég veit hvers svör verða. Ég mun fá að heyra hér á eftir það að það sé ekki til sem frítt og það sé allt borgað að skatti og það að rétt. En í þessu líkt og rekstri leikskóla og annað slíkt erum við
að stíga þau skref, við erum að jafna út þetta misjafnt, efnahaga fólk sem misjafn, en við erum að jafna stöðu og við erum að koma með verulega kjarabætur inn í þau umhverfi og vonandi gera það að verkum að fólk muni velja sér Fjarðabyggð, þessi horfi þá að sjá hér sannarlega samfélag sem leggur það undir að hér sé hlúðvela fjölskyldum og hlúðvela börnum. Hvað viðvíkur greinina sem hér var lesin upp með leyfi mínu, mér finnst það mjög merkileg og myndi mig og ég dreig ekki á og ég bara virði skoðanir þessara konu sem grunnskólakennari og myndi mig svolítið á Indriða sem persóna í þáttun sem sýndi voru í sjónvarpi. Akkur á ég að gera? Þetta alltaf spurningin. Hvað ætla samfélagin gera? Í að ganga langt í sínum hlutum. Við höfum tekið ákvörðun að ganga þessa leið, koma móts við þetta fólk. Á því skoðanaskipti og munur, en engu að síður það þannig að velferðarvaktin sem dæmi, sem nú starfrækt innan félagsmálaráðuneytisins, hefur lýst yfir mikill ánægju með þetta. Það eru mörg sveitarfélög að horfa til þess og ég held að þetta sé eins og námsgögn og fleira einn liður í því að við sem samfélag viljum halda þétt utan börn og barnafjölskyldum og búa þeim gott umhverfi. Sannarlega erum við að gera það í þessu líkt og rekstri leikskólana, því að leikskólagjöld standa ekki til rekstri leikskólana nema litlu leyti. Þá erum við að taka álögur sem við leggjum á og dreifa þeim út í það forgangsraða með þessa þá. En við getum alveg haft mismunandi skoðun á því hvernig það gert og maður virði það bara svo annað. Ég ætla ekki að segja fleiri hér umræðu, ég þakka fyrir og horfið í laust til að fleiri þessi ljóðs. Rúnar Már, gerum svo vel. Já, það byrði borðið. Jæja. Ég held að ef einhvern hefði dottið í hug að horfa á þetta hennan bæjarstjórnarfund í sjónvarpið þá var hann löngu búinn að slökkva sko, vegna leiðinda. Ég skil ekki alveg hann Jens Garðar, sjálfstæðismann, þegar hann að ræða þessi hluti. Hann talar fyrir því sem að eru þetta bara einhvers konar atkvæðakropp þegar hann talar það að fólk megi eigi að fá að valsa út og inn úr vinnustaðnum. Það eru margir vinnustaðir búin að reyna þetta og þetta er yfirleitt verið tekið af aftur. Þetta hefur aldrei ekki gengið upp og það er hvergi brýnna að fólk sé í vinnunni heldur þegar það á að passa börn. Ég get kannski tekið undir að það megi hugsanlega hleypa fólki út úr vinnustaðnum þegar öll börnin eru farin eitthvað slíkt. Ég get tekið undir það en hitt er algjörlega út úr kú sko. Fólk fá að valsa út og inn og vinnustaðnum. Honum vil að þeim líði sérstaklega vel í vinnunni en börnin er ekki að fá að borða í skólanum. Og það stangar hún svolítið á hjá honum. Ég er algjörlega sammála meirihlutanum í þessu að börnin fái fría máltíðir. Og það er eins og hann sagði þetta er bara forsenda fyrir því að öllum börnum líði vel í skólanum. Þau séu ekki standandi aftan við af því þau fá ekki að borða. Og hann ætlar að fara að kroppa út börnin eða finna börnin sem ekki fá að borða til að gefa þeim að borða. Þetta er ekki framkvæmulegt einsinni. Þannig að ég svo sem ætlaði ekki að hafa þessi orðun eitt mikið meiri þetta. Ég ætlaði bara að lýsa yfir stuðningi mínu við þetta mál og Jens hefur alfarið algjörlega rangt fyrir sér þarna og hann tapar fullt atkvæðum á þessu. Bullið í sér. Það fyrir hún minn á ávarpun í byrjun og svona orðanótkun. Það nei, og heldur ekki, ég er nú að uppfylla lýðheilsumarkmið Fjarðabyggðar að borða ávöxt, það við stafsökunar. En Eydís Ásbjörnsdóttir með maður að gera svo vel, Eydís. Forseti, ég ætla aðeins að taka til máls. Ég var sjálf á þessum málþingi á Egilsstöðum með erindi á málþingi velferðarvaktarinnar og þar fengum við mjög jákvæð viðbrögð og athygli út á þessa vegferð okkar með gjaldfrjálsar skólamáltíðir sem og að banna snjalltæki í skólum og þar var einmitt að þetta er bara stórt byggðamál, megum ekki gleyma því
að það farið að horfa á ýmsað, það ekki bara hort á atvinnuþætti og annað, það hort á líka hvernig staðan er heima fyrir og hérna hjá okkur. En þetta mál hefur bara fengið mikla athygli og bæði erum við búin að vera núna undanförnum vikum á landsþingi íslenskra sveitarfélaga ásamt því að vera fjármálaráðstefnunni og ég hef bara verið mikið spurð út í þetta. En þetta pólitísk ákvörðun eins og við höfum rætt hérna áður í fundarsal bæjarstjórnar. Við erum ekki sammála og það bara allt í lagi. Ég virði skoðanir sjálfstæðismanna en ég sé að það breytist ekkit þótt við sem að þrefa þetta hérna. En þetta snýst umfram allt að gæta jafnræðis milli barna. Ásamt því þá erum við að lækka álögur á barnamenn og fjölskyldur. Þakka fyrir þetta. Vilja fleiri hvað þessi ljós undir fundargerðinni. Einar Már Sigurðsson gerði svo vel. Forseti, ég byrja á því að taka undir með Rúnari Gunnarsinni Má hér áðan. Ræður þurfa ekki vera langar svona einfalt mál. Mér langar aðeins til þess að minna á það að Sjálfstæðisflokkurinn tók mjög hressilega undir þegar fulltrúi okkar í bæjarráði kom með tillögu það að námsgögn yrðu frí. Það mál af sama meiði. Þannig að það mjög sérkennileg þessi kúvending Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum og það núna allt í einu að vera á móti því að lækka útgjöld barnafjölskyldna í samfélaginu líka algjörlega með ólíkindum. En finnst að Rúnar Már spámaður góður, þá ætla ég ekkert að tefja fund meira á því. Mér þykir þetta mál mjög einfalt. Við erum mjög einörð í þessari afstöðu okkar. En ef að ágætur bæjarfulltrúi Jens Garðar vill halda áfram að tala af sér atkvæðin, þá bara gjör hann svo vel. Hvað fyrir Einar Már, vilja fleiri hvað þessi ljós undir fundargerð fræðslundarinn Jens Garðar gerði svo vel? Forseti, veit nú ekki alveg hvað á að byrja þessu öllu saman. Auðvitað náttúrulega kemur alltaf jafn skemmtilega óvart þegar að fulltrúi Miðflokksins og nýjasti vængmaður meirihlutans kemur hér upp og ég ætla svo sem kannski ekki að tjá mig sérstaklega talnagláku Miðflokksins þegar að kemur að fjárhagsáætlunargerð. Hann heldur hér langa ræður og velti fyrir sér sóun á verðmætum eða peningum þegar að vera að fara í 3-4-5 milljónum króna framkvæmdir einhvers staðar og keyri hér eftir sveitafélaginu, en svo stendur hann hér upp á bæjarstundafundum daginn og segir að 90 milljónir séu smápeningar. Þannig að talnagláka Miðflokksins ætla ég ekki eyða tíma í eða annað sem að úr þeim ranni kom. Hvað Fjarðabyggð? Hér hefur verið til dæmis Finnland verið nefnt. Finnland sem lendi í djúpri kreppu, mikið atvinnuleysi og fátækt. Jú, við getum borið okkur saman við Finnana, það bara mjög gott. Og Finnar eru oft nefndir þegar skólakerfið borið saman. Árangur Finna í skólamálum til dæmis oft borið saman, þó það sé verið að bera saman epli og appelsínur þar sem þeir eru með skóla sem með aðgreiningu meðan við erum með skóla án aðgreiningar. Og Finnland með fríar skólamáltíðir, það má vel vera. Til þess að mæta þeirri miklu fátækt og atvinnuleysi sem var vísvegar í Finnlandi á sínu tíma. Er það staðan sem við búum við hér í Fjarðabyggð í dag? Er hér mikið atvinnuleysi? Er hér stórir hópar fólk sem eru á framfærslu hins opinbera? Ég veit ekki betur en að hæstu meðaltekjur á landinu séu í Fjarðabyggð. Við séum að hæsta atvinnustig á landinu. Hingað að flytja ungt fólk. Ungt fólk með mikið af börnum sem nota bene að því að hér hefur verið talað byggðamál eins og formaður bæjarráðs kom hér inn á. Það líka byggðamál að þegar ungt fólk flyttur hérna og þarf þá að kaupa sér stærra húsnæði að því að hér talað fólkið í stóru húsunum sem þá einhvern veginn verið að gefa í skyn að Sjálfstæðisflokkurinn sé bara hyggla einhverju ríku fólki í stórum húsum. En það nú bara þannig að það eru barnafjölskyldunar sem búa í stórum húsum.
Það er fólkið sem þarf mikið pláss. Og fólkið sem að býr í, já, segjum bara því að við svona hafa þægilega tölur. Fólkið sem býr í stóru húsunum, barnafólkið, sem að borgar 50, ef það býr í 50 miljónum króna eign, þá er það sambærilegt og að byggja 108 miljónum króna eign í Reykjavík út frá fasteignasköttunum. En það er algjört tabú að ræða það að lækka hér fasteignagjöld eða fasteignaskatta og reyna að koma á móts við ekki bara einhverja ákveðna hópa, heldur alla íbúa Fjarðabyggðar sem búa hér í eigin húsnæði, sem er langstærstur hluti íbúa Fjarðabyggðar. Langstærsti hlutin. Það skiptir ekki síður máli þegar að fólk vera að huga sér til hreyfings. Hvernig eru fasteignagjöldin til dæmis? Það er líka byggðamál. En nei, það á að seilast dýpra í vasa bæjarbúa þar. Það á að seilast dýpra í vasa með því að láta alla fasteignamatshækkunina sem er að koma núna, sem er gríðarlega mikil í ljósi þeirra háu salna sem er búin að vera á fasteigna eða húsnæði í Fjarðabyggð núna undanfarið misseri, þá er fasteignamatið að hækka alveg gríðarlega mikið. Og ég held ég fari rétt með að í sumum byggðakjörnum hér er fasteignamatið að hækka allt hátt í 20%. Þó að meðaltalið sé það 11, 12, 13%. En inn í því eru allir byggðakjarnanir. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Og ef það fólk er komið með börn af grunnskólaaldri sem nota bene þarf að senda jafnvel börnin sín annað í skóla og standa undir því, er það þá orðið sjálfkrafa fólkið í stóru húsunum. Ef þú ert ekki lengur með börn á skólaaldri, ertu þá orðið einn af fólkin í stóru húsunum, sem að hefðir ekki gott að því að fá að sjá smá lækkun á gjöldum sveitafélagsins. Og við verðum líka átt okkur á því. Og það, svona, þegar að við dönsum á þeirri línu að þurfa jafnvel að fara í lántöku á næsta ári, að þá erum við að horfa á það. Að hér hafa verið nefndar hér hefur verið nefnd eins og til dæmis með hérna bækur og penna og annað sem var greitt fyrir grunnskólabörn. Það eru 3-4 milljónir ári. Við erum að horfa hér á þegar upp eru staðið 90-100 milljóna króna aukning og útgjöldum okkur einasta ári. Á 10 árum verður þetta milljarður. 800 milljónir til milljarður sem verður að auka útgjöldin. Auka útgjöld sveitafélagsins. Og við sjáum það hvernig við erum búin að vera að skera niður í framkvæmdum, fresta framkvæmdum til þess að ná þessu öllu saman. En samt eru til peningar til þess að auka þessi útgjöld og koma móts við ákveðin hópina Fjarðabyggðar. Og menn tala hér um Finnland. Ég bara velti því fyrir mér að þetta er bara eins og fram hefur komið, þetta er pólitískur áherslu munur á milli flokkana. Og það er bara allt í lagi, og ef að meirihlutinn telur það að þegar að Sjálfstæðisflokkurinn kemur hér upp og talar fyrir því að við eigum að reyna að lækka álögur á alla íbúa Fjarðabyggðar, að við erum með fullt af fólki í Fjarðabyggð sem virkilega þyrfti á því að halda að lækka álögunar. Fólk sem býr í húsnæði í Fjarðabyggð er ekkit allt bara eins og hefur verið gefið skinn, fólkið í stóru húsunum með miklu tekjurnar. Þetta eru bara venjulegt, harðvinnandi fólk sem að stendur varla orðið undir lengur þeim gjöldum og álögum sem við leggjum á þau. Og það sé ekki til umræðu. Að lækka þessar álögur er að reyna að koma á móts við alla íbúana, af því að nota bene, þá munu þær aðgerðir líka stuðla því að koma á móts við barnafólk. Að þá er það ekki til umræðu. Af því að meirihlutinn er búin að festa sig í þessari, með ásamt miðflokknum, búin að festa sig í þessari aðferð. Og það má vel vera að Sjálfstæðisflokkurinn sé að tala af sér fylgið sem að ég sé hér að margir vona, bæði miðflokkurinn og Fjarðarlistinn og Framsóknarflokkurinn, ég man ekki hvort að forseti kom inn á það. Þá ég biðst velvirðingar því, en minnskosti hér fulltrúar hinna flokkana, að þá er það allt í lagi. Ef að þeir telja það að þeir sé að tala upp sitt fylgi með því að ætla ekki að koma móts við álagningu á fasteignagjöldum og ætla að sækja hann að fullu í vasa íbúa Fjarðabyggðar og halda þessu til streitu,
þá skal ég bara halda áfram að tala mér fylgið og þá ger ég ráð fyrir því að hlutur Fjarðarlistans og Miðflokksins muni aukast til muna í næstu kosningum. En það er nefnilega alltaf þannig að það er svo gott að eyða annara manna fé. Og það er nefnilega það sem er freistni vandi allra stjórnmálamanna. Það er að eyða annara manna fé. Og að auka útgjöldin. Og það er nefnilega það sem að, við sem bæjarfulltrúar verðum að gera okkur grein fyrir því. Að það er munur á fjárfestingu og útgjaldaaukningu. Að byggja leikskóla eða byggja veg við hesthús er einskiptis aðgerð. Það er fjárfesting. En að auka útgjöld sem að koma inn í reikninga sveitafélagsins á hverju ári, það er allt annar hlutur. Og það kannski sannast enn og aftur að eins og var sagt blessaðan sósíalisman hér einu sinni, að vandamálið við sósíalisma er að á endanum verður uppiskroppa með annara manna fé. Takk. Takk fyrir Jens. Aðeins að fá ákveða með ljóðsaftur svona örlítið eða bregðast bara við því sem gefur fram. Ég átti von á þessu með annara manna fé og sagði það svo maðan. Og vissulega er á þessu bara skoðanaskipti sem er bara að hinu góða og þannig er það bara í lýðræðisríkjum að maður verður að sætta sig við það. En eins og ég benti á það er afskaplega þreytandi tugga þegar menn tala það að freistni vandi stjórnmálamann svo framvegis. Stjórnmálamannum hér á Íslandi og annars þar er falið að forgangsraða því skattfé sem innheimt með það í huga hvernig samfélagið vilja byggja. Í því felst eflaust einhver freistni vandi getur það verið, en ég tel að þetta mál eða mál sem að þessu lúta sé nú kannski svolítið langsótt að tengja við það. Eins og kemur fram í þessu og eins og kom fram í bókun að ég vil aðeins hnykkja á því í tengslum við umræðum hækkun fasteignamattsstofns Fjarðabyggðar sem tilkomin vegna þessara salna sem átti sér stað á síðasta ári og hefur verið hækkandi síðustu ár. Menn getur svo tegðið því það alveg umræðu hækkun fasteignamattsstofns Fjarðabyggðar aftur í tíman og hversu tímabært það var orðið að hann hækkaði. Við höfum gengið í gegnum þar kafla hér Fjarðabyggð og fyrri hverfi eða fyrri sveitafélag Fjarðabyggðar að okkur var að fækka og sölur og húsum okkar voru mjög lágar. Það gerði það verkum á fasteignagjöld og sums staðar á landi núna menn að glíma það að fasteignagjöld að lenda í mínus. Það er skelfilegt fyrir samfélag að standa fram fyrir því að húsnæðis þar selst svo langt undir fasteignamati að fasteignagjöld lækka. Það er alveg jafn mikil skelfing til þess að hugsa. Sér getum við tekið umræðan það hér, hvenær er sanngjarnt verðkomu og eignir Fjarðabyggðar. En því er ekki að leyna að eins og kemur fram í bókun okkar við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar að tekjustofnar sveitafélaga byggjast upp á mestu á þrennum stoðum hér á Íslandi. Það er útsvar frá ríkinu sem ríkið innheimtir og greiðir okkur og ákveður í samkomulagi við sveitafélagin. Það eru fasteignagjöld sem er ákveðnir stuðlar undir. Við erum ekki að fullnýta þá stuðla og höfum ekki gert. Við höfum ekki hreyft fasteignastuðul nokkuð langt aftur í tíman, ég man ekki hversu langt aftur. Og síðan er það tekið frá jöfnunarsjóði til þess að mæta aðstöðum sveitafélagana út á landi og höfuðborgarsvæðinu. Hvað var það? Fjarlægðir, skóla og svona, þau þekkið þetta allt saman. Þetta er samspil þessara þátta. Þetta er ekkert rætt hér í fyrsta skipti í dag. Þetta hefur verið umræða okkar síðustu ár. Að lækka tekjustofna og lækka stuðla hefur áhrif á allt það mengi og það er eitt af því sem sveitafélaginu horfa á í sínum ákvörðunum. Og við nú eins og líkt á síðustu ár þegar við höfum tekið þessa fasteignagjalda hækkun inn. Eða hækkun á stofni fasteignamats. Jöfnunarsjóðin er í endurskoðunarferli. Það hefur verið kynnt núna á þessum samkomum sem við höfum sótt sveitafélögin og verður fróðlegt að sjá hvernig það endurskoðunarferli fer fram. Þess vegna tökum það fram í okkar bókunum. Við þurfum að fylgjast með því ferli. Við þurfum að eiga samtal við Þjóðskrá Íslands einnig fasteignamat í Fjarðabyggð heilt yfir og það þarf að gerast á næsta ári og þess vegna er það sérstaklega tilkynnt og við höfum rætt það inn í bæjarráðunum sín í sumar að það er komið að því. Þetta er allt saman hluti sem við stöndum fram fyrir
að tekjur okkar sveitafélags og svo þjónusta sem við sannarlega höfum reitt að hendi síðust ár og höfum hingað til talið vera nauðsynlega fyrir okkar samfélag, hún þarf á því að halda að það tekjustreymi sé nokkuð örugt. Við svo aftur á móti munum fara í gegnum það hvernig við getum mætt í það. Þarna er ein leið sem við bendum svo sannlega á að mæta því fólki sem þetta kemur harðast niður á, sem eru eldri borgar og öryrkjar, með að hækka viðmið, tekjuviðmið, þannig að það muni létta þeim, því að þau sannlega mörg hver eru í stórum húsum frá gamalli tíð sem það hafa jafnvel ekki getað selt, að það verður mæta því fólki sem hefur ekki framfærslu sem skildi og síðan þá því fólki með barnmargar fjölskyldur sem fær þá tilbaka í formið þess að við hækkum ekki gjöld í leikskóla, ekki í skóladagheimili og við lækkum mat til skólamati. Þetta er líka leið til að mæta því höggi sem þetta fólk verður fyrir, en ég ætla nú aðeins að draga úr því, þetta er minnist nú ekki að sé 20% hækkun hér heilt yfir í 60 hverjum, þetta fer á bilinu frá 12 upp í 14-15%, meðaltalshækkunin er þarna á milli, er ekki að draga úr því að þetta mun og svo sannlega veit ég það. Og þess vegna vil ég að við göngum þessa vegferð með þjóðskrá næsta ári, en í þessu þurfum við auðvitað bara að vanda til verka til þess að sveitafélagi haldi sínum tekjum, geta haldið við sinni þjónustu og leið sýnt það af sér að það vilji sanngjarnan álögur á sína íbúa. Það er engin, ég hef engan heyrt tala um það sé sérstakt metnaðarmál manna að hækka skatta á fólk, en það verður að vera hægt að standa undir þeirri velferð sem viljum sína okkar samfélagi og sannlega þurfum að sína í samkeppni við önnur samfélög. Þannig ég höldum bara að bæta þessu við hér í lokin í mínu máli, en orðið er laust fundargerð hreppsnefndar. Ragnar Sigurðsson gerir svo. Forseti, bæjarfulltrúar, varðandi fundargerð fræðslunefndar, þá búið að fara víðan völl varðandi skólamáltíðirnar og búið að fara ansi vel yfir ýmsa rekstrarþætti sveitafélagsins og auðvitað er það þannig eins og í allri fjárhagsáætlun að gera vinnunni að þetta snýst forgangsröðun, þetta snýst forgangsröðun annars vegar á því rekstrarfé sem við höfum yfir að ráða, hversu mikið við getum sett í viðhald og hversu mikið við getum sett í fjárfestingar. Og með skólamáltíðunum að þá erum við að auka rekstrarkostnað sveitafélagsins til framtíðar og það gefur auga leið að við höfum þá þeimun minna af fjármunum til þess að setja í viðhald og fjárfestingar. Og hér eru nú bara nokkrir hér á bæjarstjórnarfundinu sem að hafa talað um það og haft áhyggjur af því að okkur skortir fé í viðhald, okkur skortir fé í fjárfestingar. Og við sjáum það bara núna í fjárhagsáætlunargerðinni að það verður erfitt að koma ýmsum fjárfestingum á laggirnar á þeim tíma sem að við höfðum vonast til og úr því hér er búið að tala um fjölgun grunnskólabarna, þá er það rétt að þetta hækkar rekstrakostnaðinn, en það skapar líka einnig auknar kröfur. Við þurfum skólahúsnæði undir börnin og hér á Reyðarfirði, svo ég bara nefni það sem dæmi, þar sem ég held að það sé met árgangur núna, í fyrsta bekk, að þar er húsnæðið sprungið. Fleiri börn í skólanum heldur en skólinn áætlaði að rúma. Og það er ekkit sjáanlegt að við höfum það í fjárhagsáætlunum til næstu ára að fara í slíkar fjárfestingar. Auðvitað, og þess vegna segi það, auðvitað er þetta bara, snýst þetta um forgangsröðun hverju sinni og alveg eins og Jón Björn Hákonarsson kom inn á áðan. Þá snýst þetta um forgangsröðun, hann var hins vegar ansi mikið í því að tala um það að þetta snýrist um að niðurgreiða skólamáltíðir en annar samstarfsflokkurinn talar mikið um það að þetta sé fyrsti liðurinn í því að hafa skólamáltíðina fríar. En þannig að það svona er eins og annar armurinn vil ekki alveg ganga skrefið til fulls hvað það varðar. En fleiri ekki í bili.
Þakka fyrir Ragnar. Rúnar Már, við beðum að gera Rúnar. Ég ætla bara að hafa þetta stutt eins og ég vannur sko. Herra forseti. Herra forseti. Ég ætla nú bara að byrja að leiðrétta Janna að ég ekki genginn til liðs við meiri hlutan, að ég styð öll góð mál og það maður kannski annað með hann styður engin mál. Ég hafði var með smá ræðu áðan, svo fyrsta sem ég kom inn á, þá talaði ég að við þyrftum að lækka fasteignagjöldin og gera það í áföngum. Þannig að ég styð þig alveg í því, Janni minn, með fasteignagjöldin. Það ekki rétt hjá þér að ég og ég sagði það daginn að í samhengi Fjarðabyggðar væri 90 milljónir bara aurar og ég stend alveg við það. Við erum að fara í 8 milljarða núna í veltu og í því samhengi þá eru 90 milljónir ekki stóri sko. Og svo afar leiðilegt hvernig þú setur þetta upp að reyna að slá ryki í augu fólks að tala að þetta muni kosta á einhverju tilteknum tíma heilan milljarð. Hvað myndum við veltum við eftir á 10 árum í peningum? Þetta alltaf sama prósenta sem við erum að tala sko. Alveg sama þó við setjum upp í 10 ára, 20 ára, 30 ára. Þetta bara til að slá ryki í augu fólks og fólk komi allt í einu með það. Þetta bara milljarður á einhverjum fjöldamörgum árum. Við megum ekkert að tala svona. Við erum að tala svolítið ábyrgt. Ég svo smátt ekki að segja neitt meir þetta mál. Nei, þetta gott. Þakka fyrir Rúnar. Eydís Ásgrímsdóttir beðum orðið og síðan Jens mun ræða hann að bera sér sakir. Forseti, ég ætla aðeins að koma upp til að svara bæjarfulltrúa Ragnari Sigurðssyni. Þannig að, og kannski benda honum, bara að lesa málefnasamning Fjarðalista og Framsóknar og Óháðra sem aðgengilegur inn á heimasíðu Fjarðabyggðar. En þar kemur skýrt fram að málefni fjölskyldurnar verða í forgangi, skólamáltíðir verða gjaldfrjálsar og mun fyrsti liður í þeirra aðgerða verða kynntur strax í haust. Og að því erum við búin og það algjör samhugur í meirihlutanum þessi mál. Þakka fyrir Eydís. Jens óskað að fá að bera sér sakir og við höfum farið yfir hvaða liður það og ég biður að halda sig innan þess ramma. Gerðu svo vel Jens. Forseti, það svo sem kom ekkert nýtt úr, ekkert kannski nýjar upplýsingar sem komu fram í máli Rúnars Gunnarssonar, oddvita Miðflokksins. Það nefnilega þannig að í flestu erum við sammála hér. Við erum sammála flest af því að öll erum við með það sameiginlegu markmiði að berjast fyrir velferð íbúan okkar, velferð barnanna og allra þeirra sem hér búa. Og það sem að ég held að einmitt í þessu máli þá það kannski sem að ég held að rekstramaðurinn Rúnar, að því að hún hefur verið tíðrætt það að hann sé góður rekstramaður sem ég efast ekki að þá nefnilega ekki hægt að horfa á veltu sveitafélagsins og horfa á einhver útgjöld sem hluta þess. Við höfum séð stór fyrirtæki á heimsvísu verða gjaldþrota þrátt fyrir gríðarlega mikla veltu. Þannig að það hefur ekkert með það að gera hver velta sveitafélagsins hver rekstrarhagnaður félagsins og það akkúrat út frá þeim punkti að horfa á rekstrarniðurstöðuna sem að við höfum lagt áherslu á það að þetta sé mál sem að snúa rekstrarniðurstöðu sveitafélagsins og þess vegna þó að við séum að takast á það mál hérna þá ætla ég samt að fá að bera með þær sakir að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki sammála nokkru einasta máli eða hvað sem hér. Bara 2 dæmi sem að við getum nefnt núna, bara sem að við erum sammálum. Það snjallsímabannið sem að fara að taka gildi núna áramótin.
það er bókunin sem við útvíkkuðum frekar varandi sveigjanleika í vinnutíma og það er fullt af hlutum sem við erum sammála þegar kemur að því að berjast fyrir betri og bættara mannlífi hér í Fjarðabyggð. Þannig að það er ekki hægt að halda því fram að Sjálfstæðisflokkurinn standi hér í pontu og sé á móti öllum framförum eða góðum skrefum í Fjarðabyggð, enda sjáum við það líka að til dæmis meirihlutin núverandi er að halda áfram þeirri stefnu sem var mótuð varandi fjárfestingar, varandi leikskólan á Reyðarfirði og fara síðan í leikskólan á Eskifirði. Það er stefna sem var mótuð í okkar tíð og er samstað að halda áfram með. Þannig að það er nú, held ég ekki hægt að segja það að Sjálfstæðisflokkurinn sé að berjast gegn öllum málum sem hér eru uppi. Takk fyrir Jens. Fleiri hversi hljóðs í þessari undirgerð. Einar Már gerði svo vel. Forseti, ég er nú aðalega hugsi yfir þessari gífulegu viðkvæmni sem allt í henni er farið að hrjá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hérna hjá okkur. Þó að bæjarfulltrúi nefni svona ákveðna hluti í gamarsömum tón að það þurfi að vera flokka undir það þurfi að bera af sér sakir, það þykir mér nú eiginlega all ótrúlegt. En viðkvæmni er greinilega gífuleg og ég verð bara að óska þess að þeir jafni sig sem allra fyrst. Það er augljóst mál að það sem að hefur þessi gífulegu áhrif á þá verðist vera hinn óhagstæðu úrslit sem urðu hér í síðustu sveitarstjórnarkosningum, en það er nú þannig að það er kosið á 4 ára fresti, þannig að ég vona nú að jákvæðni nái aftur tökum á fulltrúum Sjálfstæðisflokksins hérna hjá okkur, þannig að jákvæðnin verði það sem einkenni okkur öll í málflutningi og öllu öðru og við metum leyft okkur svona örlítlega gamalsemi á þess að það verði úr því einhver gífuleg viðkvæmni. Orðið laust, engi kveður sér hljóðs. Ég ber þá fundi ekki fræðslendur upp þess mann saði ekki við skefverki og hún saði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar. Orðið laust hana vill engi kveður sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, ég ber hann þetta saði þess mann saði ekki við skefverki, hún saði þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð safnarnefndar nr. 2 og 3. Það er að tekna saman til atkvæðagreiðslu. Og ég ætla að fá að tækifærið og kveða með hljóðs örstutt undir þessum aðeins bara að fara yfir störf safnarnefndar. Safnarnefnd er nýnefnd, undirnefnd menningar og nýsköpunarnefndar og við hefum verið núna og ætlum okkur núna fram að áramótum að fara í alla kjarna sveitarfélagsins og skoða þau mál sem þau á safnastar sem að annað sem undir okkur heyrir. Safnarnefnd fer með málefni safna og stefnumótun í þeim geira sem við teljum að sé mjög brýnt að gera og við erum sem öll sammálum hér í þessu samfélagi sem á svo mörg söfn, bæði á og er aðili að, rekstris líka, ásamt því að söguritun og fleira er á framfæri nefndarinnar. Þetta hefur verið ágætum við hófum hér, við erum búin að fara núna, halda fundi á Norðfirði, Eskifirði og Reyðarfirði. Vorum hér á Reyðarfirði í fyrradag og skoðum hér við höfum skoðað aðstöðu í safnamálum og jafnframt tekið fyrir önnur mál sem á okkur snúa. Bæði aðild í þessum fundagerð þarna, sérstaklega viljum vekja sérstaklega áherslu á fundagerð 3. Þar var ákvörðun tekin að við munum fara með ljósmyndasafn Fjarðabyggðar, sem ljósmyndasafn Eskifirði og ljósmyndasafn Skjalamyndasafn Norðfjarðar inn í Sarpinn svokallaðan. Sarpurinn er samstarfsverkefni Þjóðminjasafnsins og fleiri safna. Miðlægurinn það hefur verið gagnrýnt mjög að við eigum þessi stór og miklu myndasöfn, þau hafa verið með heimasíður, þær hafa ekki að öllu leyti virkað eins og skildi að það kerfi sem þar er. Það hefur gengið illa að koma inn fleiri myndum, það er aðeins lítið brotori sýnilegt á netinu og við erum sammála það að til þess að áhugi skapist þessar miklu heimildir sem þarna við eigum þarna bæði sem fólki í myndasöfnunum að þá þurfum það að vera aðgengilegt fólki á netinu. Það hefur reynt að vinna með þetta kerfi sem nú notað, það er bara komið ákveðnum leiðarlokum held í tæknilega séð og það er miklu skynsamlega að vera hluti af sarpnum. Hann er miðlæg kerfi sem er við haldið svo sannarlega. Það eru svo margir aðilar komnir inn í hann og við höfum ákveðið að fara með fórstöðumann safnastofnunar og bæjarritara að ná samkomulag við sarpin innsetningur á þessu. Það tekur gildi áramót og þá hefst náttúrulega vinna við að bæða velta því sem komið er inn á netið og vonandi gengur það
hefnist við handa strax og bara árat með það, þannig að fólk geti farið að skoða þessar miklu heimildi sem við eigum þarna, og sérstaklega náttúrulega myndasafnið Eskifirði sem er gríðarlega stórt, því Eskifjörður hafði þá sérstöðu að þar voru margir ljósmyndara sem byggu áratuga skeið, höfðu atvinnu sína þeirri iðn og þau söfnur meira með öll komin í hendur á ljósmyndasafni Fjarðabyggðar. Síðan aðeins ritunsögu Fáskrúðsfjarðar, Smári Geirsson hefur kom þarna inn á fund fyrir okkur og fór yfir svona málefni í sögurituna. Smári, eins og menn þekkja, síðan að hann tók að sér að rita sögu Fáskrúðsfjarðar sem var ákvörðun þá er þetta menningarnefndar að það væri næsta byggðasöguriturinn sem ætti sér stað. Það er svona farið að þetta verkefni er svona, ég ekki segja, á góðri leið og við förum að sjá fyrir endan á því. Það hefur nú verið misjafnlega mikið fé sett til þess að málaflokks okkur í ári og Smári hefur unnið innan þessar ramma mjög vandlega. Jafnframt hefur fengist styrktafé að þessu og við fólum bæri þetta að fara yfir það styrktafé og koma með það inn í verkefni og jafnframt að Smári að hyggja að þessum að lokum þessar ritunar. Hann mun rita sögu Fáskrúðsfjarðar fram að sameiningu við Austurbyggð 2006 eða ekki neitt með það sem sameiningu kom fram og 2002 minna ég og hann þar mun svo ritun enda. Það hefur verið gríðarlega mikil heimildavinna í þessu, hefur verið mikið mál að ná saman heimildum í þessari ritun en gengir vel núna på síðkastið og þetta vonandi fyrir að hilli það að við gefum þessa bók út eða stöndum að útgáfa eins og við höfum gert síðustu ár. En það er að næga að taka í sögurituninni í fleiri byggðakjötum. Sumstaðar söguriturinn hún er komið mislangt á stað, þannig að það verður að næga að taka fyrir sagnaritara framtíðarinnar hér hjá okkur. Aðeins bara með tilgang þessar nefndar, við sjáum það fyrir okkur núna að við tökum til við það strax í byrjun nýs árs að fara í stefnumótunarvinnu í safnamálum þegar við höfum farið hér við höfum orðið ákveðnar skoðanir á þeim skjalamálu sem við viljum skoða frekar og því umhaldi og aðild okkar að héraðsskjalasafni og fleira sem við höldum að þurfum að skoða vel og eigum að nota tækifæri til núna, ekki síst í tengslum við nýja persónuverndarlöggjöf og annað slíkt sem felur okkur ýmsar aðrar skyldur meiri. Þannig að það verður ýmsu og þetta hefur verið hinn besta vinna og með þessu fólki sem í safnnefnd er. Þannig að vonandi verðum við komið með drög að stefnumótunum með vorinu sem við horfum til þess að hafa verið að ljúka í tengslum áður en að fjárhagsáætlunin gerð hefst. Það var í klira. Jens Garðar hefur beðið mann að gera svo Jens. Forseti, langaði aðeins að ræða safnanefnd, rauninni bara sem nefnd. Nú satt ég síðasta fund sem varamaður eða þar síðasta fund líklega, búið að halda eitt fund eftir það í safnanefnd. Og ég fór einmitt að hugsa að þetta er undirnefnd menningar og nýsköpunarnefndar og ég fór einmitt að hugsa að er það ekki ákveðin tvíverknaður og ábyggilega auka kostnaðar fyrir sveitafélagið að vera hald út 2 nefndum í þessum málaflokki. Við erum með menningar og nýsköpunarnefnd sem að safna málin heyra undir og mér var svolítið hugsi eftir þennan fund okkar í Randulsjósi þar sem vorum að kynna okkur þetta, þar sem að rauninni safnanefndin sem að ég held að ég fari rétt með að það er engin í safnanefnd sem situr í menningar og nýsköpunarnefnd, er það rétt hjá mér? Já, að hún er að fara núna út alla Fjarðabyggð og sendir síðan sínar fundargerðir til menningar og nýsköpunarnefndar. Við erum nú kannski ekki stærsta samfélag í heimi, við erum nú bara 5.000 manna samfélag sem rekum hér söfn og reynum að gera okkar besta í menningar og nýsköpunarmálum. Ég er ekki með neina tillögu þessum efnum en ég vil aðeins velta því fyrir mér að vera með sérstakar nefnd sem er að tala safnamálin, fara hér og kynna sér það og gefur síðan skýrslu upp til stóru nefndarinnar eða yfir nefndarinnar sem er menningar og nýsköpunarnefnd. Og ef við förum bara hér yfir fundardagskrá síðasta fundar menningar og nýsköpunarnefndar að þá er náttúrulega fjárhagsáætlun þar inni núna. Síðan voru næstu liðir voru 2 gjaldskrár í söfnum og bókasöfnum. Og síðan er hérna samþykkt fyrir tónlistarmiðstöð Austurlands, reglur menningarstyrki og síðan er hérna 3 styrkunumsóknir. Það er nú öll fundagerðin. Og ég velti því fyrir mér til þess að menningar og nýsköpunarnefnd sé rauninni
betur með puttan á púlsinum, að hún í rauninni sé líka að taka og vinna í málefnum safnana, af því að það svo stór hluti af okkar menningarmálum. Og þetta fór ég nú bara að hugsa eftir að hafa setið þennan fund og velta þessu fyrir mér, af hverju ekki bara menningar og nýsköpunarnefnd að sjá þessi safnamál. Og þess fyrir utan held ég í því hljóti að vera ákveðin sparnar líka fyrir sveitafélagið að vera með færri heldur en fleiri nefndir. Þó ég sé líka að hugsa bara vinnuna sem á sér stað innan menningar og nýsköpunarnefndar, að hún sé rauninni frá fyrstu hendi beint inn í málunum sem snúa söfnunum, sé vel inn í því hvað á að vera, því að ég ger ekki ráð fyrir því að menningar og nýsköpunarnefnd ætla að fara við líka túr hér sveitafélagið, kynna sér öll söfnin og annað. Þá finnst mér það nú orðið tvíverknar ef að slíkt stendur fyrir dyrum, og ég ger ekki ráð fyrir að slíkt sé. Þannig að ég svona vildi bara koma með þessa hugleiðingu hérna inn. Ég held að eftir að hafa setið þennan fund og hugsað þessi mála þá held ég að safnanefnd sé einni nefnd ofaukið hér í sveitafélaginu okkar og ætti bara að heyra undir menningar og nýsköpunarnefnd, sem ég heldur sé nú ekkert ofsetin og ofhlaðin af verkefnum fyrir. Takk. Það fyrir Jens, ég ætla aðeins að fá að bregðast við, minnst það mjög áhugavert að þú sett hafi nú áttaði á þessu, þar sem þetta var rætt í uppsetningu eða í byrjun starfa þessara bæjarstjórnar. Þá var hlutverk sem nefndar kynnt, erindisbréf hafa farið hér í gegn og eðlilegt hefur þá komið með þessar kannski hugleiðingar þá inn í þá undirbúning. En þar var vel rökstutt ástæða þess að þessi nefnd sett sem undirnefnd menningar og nýsköpunarnefndar. Það hefur engum dulist á síðustu kjörtímabilum að það hefur verið gagnrýni á hversu lítinn þátt eða hversu lítið pláss safnamál hafa fengið, sem ég held að sé engum að kenna. Ég held að sé bara hefur verið vegna þess að menningarnefnd, hún hefur mikinn svona víðtækan málaflokk, menningarmálaflokk undir sér, og áhugi fólks sem sést í menningarnefnd eflaust á ýmsum þáttum menningar. Á sama tíma eigum við höfum bara gríðarleg menningarverðmæti í söfnum okkar, en við erum með mörg samfélög og sveitafélög, eigum við ótrúlega stóra málaflokk sem eru safnamál. Við eigum ótrúlega bæði söfn og eigum aðild að stórum söfnum, og þess vegna í ljósi þeirra gagnrýni sem hefur komið fram meðal annars frá áhugafólkinu söfn og hollvinum þessara safna, fólk sem ber hag þeirra fyrir brjósti, var talið að það verið þá taka þá sérstaka málaflokk undir hóp eða starfsnefnd undir menningarsamnefnd til þess að fjalla vel það. Nú það svo bara ákvörðun hvers og eins kjörtíðanbils hvort að menn vilja halda þess svona nefndum úti. Það bara hver ný bæjarstjórn ákveðu það eru þessar grunnnefndir sem hún skipar í, síðan ákveður hún hvort hún vilji skipa í aðra nefndir undir þeim til þess að sinna sérstökum málaflokkum. Það hefur verið að kappkosta í þessu líkt og öðru að eyða ekki efni fram í þessu. Starfshóparnir eru á lægri launum heldur en dæmis nefndirnar, höfunefndirnar, og það verður reynt að kappkosta það að gera það. Ég ger ekki ráð fyrir að menningar og nýsköpunarnefnd muni þá fara í safnaheimsókn. Ég skilst þá formanni menningarnefndar að hann telur eðlilegt að þarna komi stefnumótur sem svo menningarnefnd getur fjallað Með þessu erum við bara einfaldlega að auka vægi þessa stóra málaflokka sem við sannlega eigum, hvernig við sjáum hann til okkur framtíð, hvernig við nýtum okkur hugsanlega betur og svo framvegis. En að sjálfsögðu eðlilegt að hafa því skoðanleik hvort þessi ofauki, það verður þá að takast bara með í frekari umræðum þetta í framtíðinni. En eins og ég segi, yfir þetta var ágætlega farið í byrjun kjörtímabilsins, erindisbréfi nefndarinnar sem fór hér í gegnum umræður í bæjarstjórn og sjálfsagt þá að taka þá umræða aftur menn telja að það sé einhver forsendubreiting á því. En að öðru leyti held ég með við það að hafandi sinnt þessum safnamálum áður hér að þá tel ég síst vanþörf á því að það sé hlúð vel að þeim málaflokki. En fleiri var ekki vilja, fleiri kveðsljós. Svo verðist ekki verið ber upp fundagerðir safnefndar nr. 23, þar er saðan þetta með 3 atkvæðum. Þá erum við komin í fundagerð félagsmálanefndar nr. 116 og 117.
Þar hefur Ragnar Sigurðsson vakið athygli mína á því að í félagsmálanefnd 117 er sem sagt fjárhagsáætlun hjúkrunarheimilina líka til umræðu og afgreiðslu. Þannig að hann er óskað eftir að fá að víkja fundi, þannig að við tökum þann lið sérstaklega eftir Ragnar og að loknum fundagerðunum og eins undir liðnum framkvæmdar á hjúkrunarheimilinu nr. 8. Þannig að við skulum þá byrja á félagsmálanefnd 116 og 117 og undanskildum þessi lið, vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki verið, ég ber þar eftir samþykktar. Það er samþykktar með 9 atkvæðum, þá mun Ragnar víkja úr sal og við tökum þá fyrir lið 11 í fundagerð númer 117, vill einhver kveða sér hljóðs hann. Svo virðist ekki verið, ég ber eftir samþykktar, hann er samþykktar með 8 atkvæðum. Þá er það fundagerð hjúkrunarheimilina nr. 8. Orðið er laust hana, vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki verið, ég ber eftir samþykktar, hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson ganga í sal aftur. Við erum þá komin liðin almenn mál og þar er fyrst árslutu uppgjör Breiðdalshrepps frá sem nær til 30. júní 2018. Bæjarráð samþykkti árslutu uppgjöru á sínum síðasta fundi sínum og undirritaði það. Eins og með þekkja þá var þess getið í tengslum við sameininguna að sameiningin tekur gildi frá með miðjum júní, að það færi fram sérstakt árslutu uppgjör á Breiðdalshreppi til 30. þess mánaðar. Orðið er laust árslutu uppgjörið, engin kveðs hljóðs, ég ber eftir samþykktar. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það næst erindisbréf framkvæmdar á hjúkrunarheimila. Þetta er endurskoðað erindisbréf. Ragnar hefur vakið athygli mína á vanhæfni sinni sem framkvæmdastjóri hjúkrunarheimila. Erindisbréfi, jú. Þarna er tekið á stjórnunni, breytingu á stjórnun. Þannig að hann ætlar að víkja að funda með hann og í samræmi við svona fyrir. Sú breyting, erindisbréfið hefur farið fyrir bæjarráð og sú breyting sem hefur tekið á er það í tengslum við stjórnkerfisnefnd tillögu stjórnkerfisnefndar hér frá síðasta fundi bæjarstjórnar að fjármálastjóri tekur nú hlutverki félagsmálastjóra sem fórstuða yfirmaður hjúkrunarheimilana að öðrum leiti heldur en faglega þættinum sem áfram mun lúta stjórn félagsmálastjóra. Vill einhver kveða sér hljóð sem erindisbréf? Svo verðist ekki vera, ég ber þetta samþykkt með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar ganga í sal. Þetta, ég er nú ekki að þetta verði svona vítakt hér á fleiri fundum. Þá er það næst reglur menningarstyrki. Menningar og nýsköpunarnefnd samþykkt á síðasta fundi sínu lítið breyting á reglum menningarstyrki sem bæjarráð staðfesti og vísaði hér til staðfestingar. Orðið er laust þetta. Engin kveðs hljóðs, ég ber þetta til samþykktar. Þeir eru samþykktir með 9 atkvæðum, það er breytingar og reglur menningarstyrki. Jæja, góðir bæjarfulltrúar, þá er þessum bæjarstjórnarfundi lokið, dagskrá tæmd. Næsti fundi verður 15. eins og áður sagði þá verður tekin afstæða til þess hvenær síðar umræða fer fjárhagsáætlun fer fram í nóvember eftir yfirferð bæjarráðs á henni og þá er ekki fleiri hér fyrir fundi í dag og ég segi fundi slítið.